Jæja, verið hjartanlega velkomin í Egilshöllina. Við erum hérna í beinni útsendingu úr heimavelli Hamingjunar 2, ekki segja það sem þetta bara þannig, Bergi? Það bara nákvæmlega þannig. Við erum komin í beinni útsendingu úr 3 kerfa útsendingu fyrsta skipti. Við erum að streyma á YouTube, Twitter og Facebook. Við vonum svo sannarlega að það ekki klúrast hjá okkur, en ég held að þetta sé bara í fínu lagi. Já, ég held að við ætlum ekki að byrja bara að kíkja á highlightsin úr síðasta leik. Og hérna rennum þeim bara í gegnum snöggast. En sérðu, holy moly maður. Já, John. Og það er klappað fyrir okkur, ég kann að meta þetta. Víkingur TV er vel metið hvert sem farið á landinu. Sjáum hvað framarðin geta kokkaði pjarna. Og það er bara að byrja á marki. Herru, það er 1-0. Góðan og blessaðan daginn. Þetta var heldur betur óvænt. Þetta kallast, ef ekki segja þetta sé bara róttök. Nadju. Jú, boltinn hendur á Berdísi sem gerir þetta vel en það er brotið á henni og röggsamur dómari leiksins Tómas Mæger segir svo stoppaði af sástu þetta, hann gerir svona handarhæfingu þarf ekki meira til, bara kollinn á ég hugsa Selma sé að fara að skora núna hefði hún skaut maður nei, hún skaut og þá segir maður sterk hérna en Hafdís Bára er sterk líka vinnur boltan á frábærum stað fyrir okkur lítur upp úr sér Nadju góðan og blessaðan daginn rífðu upp þetta rauða kort bara 1-4 og strax vinnur Gunnar Magnús var að staðfesta við okkur saman við sögðum að hálfleiksplanið hjá honum Óskari var bara meira því sama en þetta vinnur Hafdís bara boltan og kemur honum á Birtu sem að klára þetta Svanhildur og Sigdís er hérna á vinstri kantinum Sigdís náttúrulega er svindlkall djúfull er hún góð í fótboltamaður og Hafdís Bára þvílík markvarsla maður hún segir ok, nice vá, þessi sending var geðveik sending maður frábært útlaup hérna og ég myndi að grípa hann ekki með sem á sér þetta var mjög vel gert en sendingin sko var já, þetta var veisla fyrir augun að sjá þetta Þetta var svakaleg tækling við býðum vallaverðinum vallaþulunum að hafa sig hægan en þetta var svakaleg tækling og ef þetta eru meiðsli þá vil ég bara í guðanna bænum að fólk fara að hugsa sinn ganga þetta er algjörlega galið að sjá þetta sko og henda myndavélinni hérna á þetta moment Já, þetta kann ég að meta gaman að sjá Dagbjörtur snú aftur á völlinn kemur inn fyrir hverja Bergdísi sýnist mér Ég held að það sé nú bara allt til að segja það bara hreinlega upp á. Það er alveg magnað að sjá Dagbjörtu aftur á vellinum. Frábært að sjá hann að tilbaka, hún eignaðist barn síðasta haust. En framararnir vinna boltann og vel gert í öllu þarna. Frábær sigur raunverulega. Frammistaðan kannski ekki alveg svo allra besta í vetur. En við tökum þessi 3 stig og fögnum því að hlaupum bara með það heim. Óskar hérna, maður sá hann svona, var ekki alveg viss hvort að John ætlaði í sig eftir þessar tæklingar.
þetta var erfiðari leikur heldur en áttu von á móti Fram. Já. Þetta er vægast sagt, ég held að sé hægt að segja það bara vægast sagt. Já. Það voru góðar, það voru velskipulaðar, þetta var harður leikur. Ekki okkar dagur. En 3 stig, við tökum það alltaf. Já. Ég er líka sammála í dag, ég vil taka 3 stig í dag helst, en 1 stig er ég bara líka mjög sáttur með. Já. Þannig að þú getur giska á hvað ég væri ekki sáttur með. Það er ekki mikið eftir. Nei, það er ekki mikið eftir eftir. Já, prófið þetta hérna. Loksins fá að sjá þessi fallegu andlit, bakvörður og fallegu röddist, ekki bara þessi raddir. Nei, ég var áður með byrjuð, þá var ég byrjuð að tala í aðbekkin til að fara að koma okkur í gang. Já, mjög neðarláttast, sko. Ég ætla bara að grípa John Andrews í viðtal eftir, í hálfleik, grannskýrinum, eða Kristó, svo náðum svona sideline viðtal við það, svo fá Tómas Þórðarsson að koma hérna hvað er hann aftur? Segja gæði og fleira, þetta þurfum við þessa. Við getum að koma að þetta. Við erum að streyma þetta á YouTube, Twitter og Facebook. Ef það er eitthvað vandamál, þá má endilega senda okkur skilaboð á þessum samfélagsmiðlum og við þurfum að laga þess að við getum. Við þurfum bara að þetta í gangi eftir 5 mínútur. Já, ekki segja þetta að fanga til að setja tónlist á og heldur smá kjafti bara í þetta. Ég bara segja fólki smá pásu en við byrjum. Við sjáum þetta smá. Okay. DJ Akra, baby, I love your shit. Don't you know that the shit that big? Fight of you, for so fucking I know what you don't need. What the drug I'm a Þetta er bara hreinskilin, við erum að testa það hljóðið, við fengum ábendingu það að Skína hefði hljómað eitthvað illa hjá okkur og við ætlum að fá að testa bara hljóðið þetta á leikurinn byrjar. Við höfum alveg heila 4 mínútur að hlaupa upp á ef eitthvað klikkar. Það er ágætis tími, við erum með vinnutíma áður hérna í Víkings TV. Við höfum stundum verið að leikurinn bara jafnvel byrjaður. Ekki læmi hljóðið. Ha? Í alvörunni? Við ætlum að kíkja á þetta, koma eitt smá. Hvort að hljóðið sé komið í lag núna, Bjarki hleypur hérna í burtu skömmustulögur af því að við erum að reyna nýja tækni. Ef ekkert að klika þá hendur okkur bara á YouTube og við verðum bara viðurkenna það að Bjarki er hérna að bíða eftir að röddin mín komi á delay í útsendinguna. Hvað segir Bjarki minn, er þetta í lagi eða? Það er ekki komið ennþá, við bíðum spenntir hérna. Eins og þessum tónlistinni í ganga, þannig að það er leiðilegt að byrja leikinn með hljóðið í tómu kjóni. Þetta er internetið hérna sem er að hljóða okkur.
þetta er internet sem er bara að stríða okkur. Hún er að setja allan fókus á vídeóið og þess vegna erum við í basli byggjum sjálfur engar hljóðtruflunum sem er að koma núna en þetta hlýtur að fara að lagast hjá okkur. Ég trúi ekki öðru af því að Wi-Fi í Egilshöllin er til að bila eins og hjá sönnum meisturum. Lækkum bara ennþá meira niður í gæðum myndarinnar. Sjáum hvað hann gerir þá fyrir okkur. Þessi ágætta tölva. Bjarki, er þetta ekkert að skára? Nú segir hún excellent sko. Er það þá excellent hljóðið? Við byggjumst innlega velungar að við erum að reyna að laga þetta og reynum að laga þetta í beinútsendingu. Við sjáum hvort að við getum ekki bara fengið til lag fljótlega en þetta er ennþá jafn bjagað. Gæti verið að þetta séu vandamál tengt Bluetooth. Við erum að reyna að komast að í beinútsendingu. Þetta er náttúrulega algjörlega galið sem við erum að gera hérna. En við erum að gera okkar besta. Það er það mikilvægast af öllu. Sjá hvort þetta sé, við erum að reyna að kanna hvort þetta sé eitthvað sem er að trufla hérna í umhverfinu. Vonum bara að þetta sé að vera dett í laga því að ef ekki þá erum við komin í smá vandræði. Við ekki það. Er þetta bara mjög bjagaberki eða? Er ég hljóma eins og okkur gimver eða? Ekki til skára? Er þetta alveg eins? Kemur í hljóða? Ónýtt? Skrítið maður, jæja, við getum ekkert í þessu gert í miður, kæru áhorfendur. Þykir að leitt að segja ykkur þetta, við erum að reyna okkar allar best til að laga þetta en það er alveg sama hvað við reynum að gera, það er alltaf sama staðan. Og við sjáum ekkert annað sem við getum gert hérna. Þá er eina sem við getum gert hennilega bara að þetta er að koma út úr, hvað séu þið? Við ætlum að prófa að slökkva hljóðinu, hvað getur það? Það var komið eftir samband hérna og nú vonum við að hljóðið hafi dottið inn sömuleiðis myndin. Myndin á að detta inn á næstu sekúndum og ef ekki þá er það við Sverri að sakast. Hann er hérna mættur með leiðindi eins og honum einum við lagið. Og hvað segir Bjarki, er niðurstaðan komin úr dómarabúrinu? Hún er ekki komin. Við bíðum mjög spenntir. Ekki gott. Það er ennþá bilað. Það er alveg óboðslega skrítið að segja frá því að hér er ekkert öðruvísi tengt en það var maður. Þetta er alveg magna Bjarki maður. Hvað gerum við í því? Ég lítið í því, það er ekkert að gera annað en að kveikja bara á leikklukkunni og vona það besta. Sjáum hvort við náum ekki að laga þetta bara inn í beinútsendingu. Annars náum við að laga þetta í hálfleik. Nú hefst leikur Fylkis og Víkings í 5. umferð Reykjavíkurmótsins og við vinnum boltanum strax. Sigdís, sterk þarna og brotið á henni. Nei, hann dæmir ekkert. Veit ekki alveg hvernig það getur komið fyrir en svona er þetta. Leikurinn fyrir ganga miklum krafti hérna. Svona sjá hvort við getum ekki eitthvað lagað þetta. Þetta er náttúrulega algjörlega, þetta er ofboðslega bagalegt að biðjast afsökunar á þessu. Við erum hérna í sjálfboðavinnu að reyna að gera okkar besta en stundum er það bara ekki nógu gott. Svanhildur vinnur hérna boltan af harðfylgi. Við gerum þetta vel. Nú hlýtur hann að dæma aukaspyrnu. Gerir það ekki. En boltinn fer út á Sigdísi. Sem kemur hann fyrir á frábærasta. Þarna mátti engum muna að okkar konur kemist í gegn. Er engin niðurstaða komin í þetta Bjarki? Er það komið í lag núna? Guð minn almáttugur. Jæja, við fögnum því að einhvern veginn náði ég að fikta ítt og taka. Þetta er allt Sverri Geirdal að þakka og við slum bara öll senda hlýja strauma á Sverri Geirdal. Hann er einn okkar allra besti, hann Sverrir. Svolítið erfiður í skapinu samstundum. Og hérna, hann fer honum illa að vera í vonduskapi. Tara Jóns hérna með hotspittin, hún er först á næstöngin og Erna, við höfum séð þetta áður, en Fylkisstúlkur komast á milli. Það eru kannski séð þetta áður líka. Já, það eru að séð þetta áður, en það skiptir ekki máli, hún er næstíð búin að ná skotið á marki. Þessi leikur byrjar mjög skemmtilega. Já.
fyrir á miklum krafti, Bergdís með boltan fyrir hérna og Freyja og þarna mátti ekki miklu munna við kemist bara hreinlega yfir eftir 1 mínútu og 40 sekúndur sem er svo sem vön í þessu móti. Já, Tinna greip þetta vel. Já, þetta var vel varið. Fínasta skot. Hérna kemst Freyja aftur inn í Freyja er hérna komin inn í byrjunarlið aftur. Hún var ekki með í síðasta leik, hún var í verkefni með U17 eða ekki. Jú, mikið rétt. Og kemur hérna sterk inn í byrjunarlið. Og það er hérna tvær á bekknum sem að hérna eru vanlega í byrjunarlið Víkings. Við erum bara komið með sterkan hóp núna að það geti ekki allir byrjað. Gíja gerir þetta vel hérna, kemur húnum á Ernu. Farin tilbaka. Hún ætlum aðeins að róta niður. Ná smá spili. Og það var svo mikið stress á okkur á, við glemdum að fara í byrjunarliðin. Það er bara allt í lagi, ég skal bara gera það Björki minn. Þú ert í tómu tjóni hérna með myndavélina. Ekki margir sem sjá, það leitur rosalega sexy út hjá okkur á hann, en þetta er algjört. Það var dýrt. Þetta var dýrt. Slum bara að renna yfir þetta nú róleitum í byrjum útiliðinu. Það eru Víkingarnir, Sigurbjörg Katla Sveinbjörnsdóttir í marki, Erna Guðrún Magnúsdóttir, Emma Steinsson Jónsdóttir, Gíja Valgerður Harðardóttir, Selma Dögg, hún er fyrirliði, númer 10. Þarna kom eitthvað höfuðhögg. Og beðum sjúkraþjálfarann, þá getum við klárað að lesa yfir byrjunarliðin. Og númer 17 er Svanhildur Ylva Dagbjartsdóttir, númer 19 Tara Jónsdóttir, 24 Sýtis Eva, sem var kölluð Sigfús í dag í spjalli við þjálfarana. Það var mjög skemmtilegt. Ég byrjunarlið sent og þá var allt rétt nöfn nema Sigfús númer 24. Það var mjög gott. 26 Berdi Sveinsdóttir, 27 Hafdís Bára og 35 Freyja, sem við tölum um á hann. Og varmannabekkurinn er þannig sett í okkur í dag. Það er Birta Birgisdóttir, númer 8. Svo kemur Þórdís Embla Sveinbjörnsdóttir, Nadia Alldóttir, Tara Dís Ármann, Thelma Rún Axelsdóttir og Eva María Tómasdóttir og síðast en ekki síst Emilía Anna Gunnarsdóttir. Já. Hún er einmitt dóttir títtnefnds truflara hérna. Já, og hérna, yfir truflara. Nú er hann sem betur við með fókus á dóttur sinni en ekki okkur. Við fáum smá frið. Ég held að hann sé bara upp í stúku og með í magan. Já, hann er upp í stúku og það er búið að binda niður. Skulum kíkja þessi lið heima stúlkna. Það er Tinna Brá sem varði vel á þann í markinu hjá Fylki. Já. Signý Lára Bjarnadóttir, Mist Funadóttir, Sara Dögg Ásþórsdóttir og Tinna Harðardóttir. Hún er ekki dóttir mín, staðfest. Klara Mist Karlsdóttir, Viktoría Diljá Halldórsdóttir, Eva Rut Ásþórsdóttir, hún er fyrirlið í dag. Tíana Kristits, það var nokkuð gott í mér. Mjög gott. Svo er það Elisabeth Hjaltadóttir, Helga Guðrún Kristinsdóttir og kíkjum við varmannabekkin eftir því við höfum meiri tíma. Já. Skulum bara láta leikinn ganga. Víkingarnir hérna að skipta boltanum yfir á Selmu en það var hvorki á Selmu en ég seti þessi Fylki stúlkur ætla að róa þetta aðeins niður. Heldur betur gera það. Setja það hérna í kerfi. Já, það er alltaf svo fáir að horfa alltaf sko, sem er að horfa aftur, það getur sagt sama brandarann. Er þetta ekki Kæró? Jú. Mitt. Það gerir þetta ágætlega að færa boltan upp hérna en þarna var Emma Steinsen og sagði nei takk. Það vinna boltan aftur Fylkistúlkur en Gíja reyndi að gefa góða stóðstíku þarna Fylkisleikmann. Þannig Svanhildur. Þarna var ekki, fór ekki saman hljóð og mynd hjá okkar konum og Katla tekur þarna góða sjónvarpsvörslu. Já, létnu hafa fyrir því þarna snúa kamerunni. Og hún vissi að þú værir á vaktinni. Þetta var smá hætta, því ég var að fara að segja þetta Gíja er búin að koma svo sterk inn þá akkurat ég er nefnilega með mikið jinx í mér sko. Og og Sigdís og Selma voru ekki alveg sammála hvora þeir ætlaði að taka þarna boltan. Nei, Sigdís ég held að hún myndi koma og hún var í farin en já, þessi leikur fer heldur betur fjörulega stað. Fylki vinnur hérna skallaboltan Erna brotið á Selmu, hann ætla nú að ok, línan er lögð hátt í dag. Ekki að segja það? Jú. Ég fekk einmitt skammir fyrir það að segja ríðið í gang. Tómas Mæjer í síðustu útsendingu biðst afsökunar á því til heildar bara við dómarastéttina. Hérna, það var smá grín hjá mér en John fannst það fyndið. Það skipti mér máli. Já, Tómas toppdómari og toppmaður og hérna en gerur hún frábærlega vel hérna á miðjunni, kemur upp í hornið. Svanhildur eftir hana eins og skugginn en bolti kemur fyrir. Það gerir Erna mjög vel og þetta er bara, heyrðu, vá. Hörkusókn hérna hjá Fylki. Heldur betur. Ég ætla bara að skjóta þig fram aftur þarna. Þarna mátti ég engum muna. Já.
Johnny byrjar að kalla skipanir. Við höfum gert mikið grína í útsendingunum okkar að Arnar Gunnlaug segi ekki strax. Nei. Ég held að Johnny sé svolítið að meina eitthvað akkurat öfugt núna, sko. Það er eitthvað, kveikja ykkur ljós hérna. Við erum aðeins, eins og séum ekki alveg búin að vakna. Eða, Bara, svo við segjum alveg vaknaðar. alveg vaknaðar, já, einmitt. Ég er nefnilega ekki rosalega góður í þessari íslensku, sko. Kemur Erna. Lítur upp. Svo berdi sig hérna á sprettinum en boltinn fyrir út af með vindurinn gripið boltan. Já. Alltaf það er svolítið útsóg hérna við Já. Gerðugarsvöllin úti. Þetta er mjög leitt að sjá, sko. Svona inni bolta. Já. Fylkir tekur hingast í hérna. Freyja er í inni hérna. Nei, það er nátt leysa vel úr þessu. Leysa bara frekar vel úr þessu. Hafdís bara pressa vel hérna. Þetta er vel gert hjá Fylki. Vel spilað. Það er hátt tempo hérna og Sigdís gerir þetta vel. Stoppar þetta aðeins af. Gerir þetta frábælega, vinnur boltan þarna. Sér Berdísi sem er sterk og Hafdís Bára búin að skora 6 mörk í mótinu hingað til. Hann langar að bæta við fleiri. Góð hugmynd þarna. Þarna var Sigdís í röngu, steigir rangafót. Þannig að sjáum við niðurlúta leikmenn annarsflokks Vals og Fjölnis ganga húsið. Held að leikurinn væri inni. Hann átti að vera úti. Já. Þeir eru konur aftur inn. Það er bara búið að sleppa þeim leik, sínum mér. Fylkir spila hérna stutt. Já, eru að leysa þetta bara frekar vel og eru að spila mjög tæft þarna, en jú. Næstu búin með svona út af. Selma gerir þetta vel hérna. Góð barátta, mikið barátta í þessum leik. Það var selja sér dýrt í dag. Sigdís, hvað gerir hún? Hún skuldar okkur. Hún ætlaði að leggja hérna inn eina greiðslu. Hún fær 10% skuldar hana greitt fyrir þetta skot. Hún er komin í svolítið góða skuld með langskotin hjá hana. Ég var til að fá bara næsta svo staðgreitt. Já, bara millifært beint upp í skeitin. Já. Það var ekkert leiðilegt. Það myndi sleppa. Það eru að tefla ansið djartan aftast Fylkistúlkur. Já. Leysir þetta vel. Þetta er mjög vel. En þetta er frábært að sjá þess að þetta pressu. Engin tími gefin og Selma. Hvað gerir Selma? Snýr hérna við. Kemur boltan út á Emmu. Emma lítur upp. Þar er engin því miður. En gott spil. Gaman að sjá að tempóið er í 120% í báðum. Já. Það veit ofta gott fyrir markaskorun í dag. Við höfum lofað mörgum mörkum hérna, en við brutum loforðið í síðasta leik. Já, það var svikið. Við höfum lofað 4 mörkum að lágmarki. Þá leikurinn fór 2-1 fyrir okkur. Þannig að ég ætla að vera djarfur. Ég ætla að lofa 4 mörkum í dagleik í heildina. Já, þú ert gjafmildur í mörkunum. Ég er mjög gjafmildur, en frábær sending á Töru þarna upp á Freyju. Freyja, hvað gerir hún? Hún elskar að fara fram hjá leikmönnum. Hún gerir það vel. Kemur hún í teginn. Kemur hún fyrir. Þarna mátti engum muna. Fín pressa þarna á Selmu. Gerir þetta erfitt, en Fylkistelpur leiðir þetta vel. Það eru snöggar. En þarna er Gía. Gerir þetta frábærlega róleg. En þarna er bara pressa mætt strax. Djúfus pressa er þetta maður. Já. Svanhildur gerir þetta vel. Ég er bara púlsinn er í 700 hérna. Ég kem ekki upp orðið. Þú horfum á bortennisleik, sko. Það er allt vitlaust hérna. Já. Víkingur byrjaði fyrstu 5 alveg með allt í botni, en Fylkir hefur heldur betur komið inn í leikin. Já, maður sér ekki að þessi litlu hlutur. Þetta er ítir hún, sko. Það er alveg aggressjón í báðanlega. Ég fíla þetta. Já. Það verður eitthvað. Getur þetta að nota hérna rauðurspjalda og gulspjalda tæknina hérna í dag. Það er alveg mögulegt. Það er engin pása gefin og það er bara boltinn rifinn í gang. Það er hérna núna alveg bara, það er alveg stappað í húsinu. Já. Meiri sé áhorfendur hinum megin við sem að hérna, við erum hérna nær bekkjunum. Og hérna, gaman að sjá þetta. Sem maður les boltan vel hérna á sterk. Það er búið svona nokkur, já hann ætlaði að dæma á þetta en leiguleiknum að flæða. En nú þarf að fara að tala við fyrirliðan og svona aðeins andar, sko. Það ekki? Ég held að það sé komin tíma á honum að. Það er búin að vera frábær í Reykjavík á mótinu. Það að finna þarna, en já, þetta er alveg samstöð þarna. Fylkir vinnur þetta
innkast. Þeir eru búin að kveikja á kuldanum, Já. kann að meta það. Það var hlýtt þegar við komum, það er kalt þegar við förum. Það er stemmingin í Eiðshöllinni. Hérna er náttúrulega geggjuð, sko. Þetta er svakaleg barátta, maður. Já, hörkuleikur. Það er engin bolti gefin eftir þetta í dag, það er alveg á hreinu. Sigdís ætlaði að stela boltan og það náði ekki á milli, en Berdís nær að losa hann, býtu. Jú, Selma kemur á milli. Berdís, hún er sterk, en þetta er verið að tutta hana ansi mikið og ég fagna þessu. Vel dæmt. Komið tími til þess að aðeins að leggja smá línu. Dómari leiksins, Breki Sigurðsson, hefur ákveðið að taka hérna stjórnina. Var svona aðeins að renna honum greipum, fannst mér á tímabili. Já, hann leiði svolítið mikið hérna til þess að byrja með. Það vel gert þarna á Sigdísi, kemur á Svanhildi, setur hann fyrir. Flottur bolti. Þetta er bjargaði hot. Ég ætla bara að segja hreint út, þarna máttu engum munna aftur 13 mínútur. Það að gera það? Ha? Það að gera það? Ég sagði það, sko. Já, ok. Ég ætla að gera aftur, þetta máttu engum munna. Þarna eru þær tvær saman, Já. Sigdís og Berdís, og enginn sem ætlar að dekka þær, þannig að þá takið þetta bara stutt, eða ekki? Nei, hann ætlaði aðeins að velta þessu fyrir sér. Það er eitthvað kerfi sem á að keyra núna. Það er hótað með gömlu kerfi úr 5. flokki. Það er að séð hvernig Tottenham markmaðurinn er leikinn grátt í öllum leikinn núna. Engin dæmi neitt. Þannig að dómarinn eitthvað aðeins að láta heyri sér. Hvor tekur þetta? Já, Sigdís. Kemur boltan fyrir. Góð fyrirgjöf, þetta var enginn að fjær. Já. Ágætt útbolti þarna. Sverrir skimast eftir þekktum. Hvað er þetta að leita, Sverrir minn? Já, þú bara engin bikar, engin Sverrir. Já, ok. Það verður klárlega einhver hérna frá KSÍ eða Reykjavík-mótinu eftir, gerir ráð fyrir. Já, en þeir vita líka hvernig opnunartíminn er í Víkinni. Já, hann er klokka 4, sko. Þetta er mjög viðkvæmt, við slum ekki gera grín að þessu. Þetta er hérna, þetta er víst þæft, sko. Nei, ég sá að strákarnir hittist í Hagkaup á Eiðstorgi og skiptist bara medalíum og bara allir glaðir. Ekkert við þessu. Æja, ég fer ekki niður í Vík næstu vikurnar, kæru áhorfendur. Það er á hreinu. En Fylkisstúlkur koma boltanum aftur á stað hérna. Nú gaman að fá eitt dauðafæri núna. Já, vel gert hjá Freyju. Og boltanum er nelt út af. Kemur Selma tilbaka á Gíu. Svanhildur hérna vinstra megin. Það er prófa hinum megin. Erna. Freyja. Vel gert þarna. Þetta er rosaleg pressa, maður. Já, heldur betur. Heldur betur, maður. Nú er byrjað að raula hálsvæðin. Svo segist hann ekki kunna íslensku. Tarætti vel gert þarna. Freyja, nei, hún er fljót en ekki svona fljót. Þetta er hálssvæðið, já. Hann er að gera grín að Donald Trump þarna. Ég veit það. Sverrir og ég og Bjarki getum stundum verið þrír þar saman, þá er engin fyndin en við hlægjum samt. Það er mjög gaman. Við þurfum eiginlega að vera með 3 headset í það bara myndi æra líðin. Þetta er vel gert þenni á markmanninu. Er þetta ekki Tinna, segir Þetta er Tinna. Já. Bjarki hefur yfirgripsmikla þekkingu á markmönnum Íslands. Já, Tinna er frábær markmaður og Þetta er vel spilað að komast á milli línuna og hún er ekki rángstæði, nei. Hvað gerir Svanhildur þetta? Nei, vá! Jú, og Gíja mætir og bjargar málunum, en þarna er samstuð. Ekkert á þetta. Hvað gerist þarna? Og maður sé lægi með hana, þetta er alltaf leiðilt að sjá svona meiðsli á undirbúningstímabilinu. Við sáum hann að Gunnar Vatnamar og mjög ljótan skurð síðasta leik og Viktor, hann hef allt ráð út af. Einmitt, og hérna í
leik Víkings og Fram fyrir nokkrum dögum, þá sáum við Selmu, hver var það? Hafdís sem að lendi Hafdís bara? Já. Í 2 tæklingum í... Já, það máli komið til sérstaklega saksóknar núna bara held ég. Já. En hérna, leikmaður 23 Helga Guðrún, hún hérna, virðist að fengi eitthvað högg á bakið. Já. Það er minna en meiri áttar, skilst mér að fá högg á bakið í fullri ferð. Já, það er ekki gott. Hún jafnir sig fljótt. En já, ég ætla að segja að hérna, Tinna Brá er eina af þessum bara efnilegu og ungu markmönnum sem við eigum. Já. Ísland. Og hérna, gott ef hún var ekki í 23 hópnum núna í með Lindu og hérna Emmu. Já, ok. Við eigum alveg gríðarlega mikið af ungum efnilegum markmönnum. Það gleður mig að heyra. Og eina af þeim er nú í Þýskalandi núna að jafna sig eftir aðgerð. Einmitt. Við vonum að hún fari að jafna sig fyrst. Þetta komast fylgstelpur upp á endamörkum. Það bara gerir þetta vel. Hún er snögg. Eina móti 4. Hún er sterk og snögg. Hvað gerir hún? Já. Vel gert. Náðu að færa liðið þetta vel upp. Hún er samt ósáttur sjálf á sig. Setur sér háa kröfur. Það var mjög vel gert hjá henni. Hefur ekki skorað mark síðan í janúar. Nei. Það er... Þegar hún skoraði 6. Hún skoraði 6. Og hún byrjar vonandi að opna markareikning sinn í febrúar hinn dag. Berdís. Við erum búin að sjá það svolítið í þessu leiki núna. Það er búið að hafa minna móti Fram. En það virðist vera aðeins meira því núna. Þessum þær eru að reyna þetta. Það sem að detta 3 niður og Emma fer á okkar flakk. Hún líka Fylkir ekki að taka þessa rosalegu 3-4 manna hápressu sem að Fram var að gera. Nei, en það líka var svo Fram, sko, ég verð nú bara að taka það sérstaklega fram. Ég fannst Framliðið bara alveg stórkostlegt í síðasta leik. Ég get alveg sagt framur það að það þurfa ekki að ágjöra lengjadöldinni í sumar ef þetta fyrir svona, sko. Það verður bara gaman. Já. Erla sterk hérna og Tara vinnur annar boltan vel gert. Kemur nú Bergdísi og hún færir nefnir Svanhildi. Við rómum þetta aðeins niður. Náum aðeins andanum hérna. Fyrstu 20 mínúturnar búin að vera á ansi háu tempói. Sigdís. Já. Erna. Finnur Emmu. Emma lítur upp, nei, það var engin svör að finna þarna frammi. Þetta er fínt, þannig að þessar fáar ætla að hreyfa sig í vörninni. Þetta er erfið sending þarna. Selma kemur á milli hérna og vinnur boltan og Svanhildur heldur sinna á. Já. Og Bergdís, vel leyst. Náðu smá róa á þetta. Ég hjói það að hérna Dagbjört er ekki á bekknum. Nei. Hún kom inn á í síðasta leik, fyrst skipti í ár. Akkurat. Það góð einn komið hann í lokin á móti Fram. Já, hún er held ég ekki spilað síðan í lengju bikarnum frekar en Reykjavíkurmótinu fyrra. Já, herru, löngsendingarnir upp á Selmu. Þetta er á langt því miður. Þessi hefði þurft að fara upp brekku til að ná honum. Þjálfari Fylkis hérna spyr Helga Guðrún hvort sé í lagi. Hún segir það sé svo. Ég kalla hann nú góða. Hún er samt eitthvað, hún er ekki alveg, gengur ekki alveg heill í skóar hérna. Kemur 4. flokkur Víkings í heild sinni. Það er leiðilegt að sjá það. Hvað Fylkir gerir hérna? Hún er sterk hérna frammi hérna þér. Já. Númer 21, Elísa Björk. Hún er fædd 27 en eitt. Já. Langur bolti fram hérna. Frábærlega gert þarna. Kalla komunum og fann Hafdísi Báru sem fann Selmu. Já. Nú viljum þetta staða sem við viljum sjá Sigdísi með boltan snúið áttur á markinu. Það viljum við Víkingar sjá. Það er nú komið boltan fyrir, nei. Vel gert hjá varnarmönnum þarna. Það er ekkert margir sem eiga róðið þetta. Það kemur Gía. Vel gert þarna. En Fylkistúlkur eru ansi harðar. Það hafa sennilega hort á hvernig Fram spilaði síðasta leik. Sigdís nægan tíma miðjunni eins og John benti henni á. Já, flottan bolta. Hún er rangstæð. Við tökum þetta fyrir í hálfleik, kíkjum á varið.
við erum alltaf að segja að þetta var hotn í hálfleik, segjast alltaf að vera með það, en erum aldrei með það. Nei. Við erum Ja, bara, við sýnum það ekki. nei, við sýnum það ekki, það er ekki hæft í birtingar. En kæru vinir, það er 10 stiga frost úti samkvæmt Apple Weather appinu, en það er -16 hérna í Egilshöllinni. Hvernig það er hægt er ótrúlegt og myndatökumaðurinn okkar er komin í úlpu og ég er með hendur í vösum eins og lítið barn. Þið verður bara að ímynda ykkur hvað það er kalt hérna. Bara svo í Finnlandi. Já, þetta er svolítið svona eins og Finnland, sko. Langur bolti fram, fer yfir Emmu þarna, en Erna var búin að lesa þetta. Náttúrulega byggja þetta upp rólega, nei. Það er þessar sendingar sem það eru fljótar að loka þarna á miðjunni. Það er ekkert auðvelt að fara þarna í gegn. En Gía lesa þetta vel og Já, hreinsar upp þarna. þetta er búið að vera mjög fjörugt, en það er búið að vera lítið um færi, Já, alla eftir færum. Af því að þú þarft færi til þess að ég geti loðað þessum mörkum, en þarna komast þér á bendamörkum. þessi fyrir og Erna, þarna var hún, þarna mátti bara engu muna. Já, Og hárbolti fyrir, þarna er Svanhildur, þarna er bara að vera að horfa á boltan. Berdís kemur sér í burtu, ekki nægilega langt. svakalega hálóttabolti núna. Fara allir segja þarna vel gert Já. hjá þeim og hennar Selmu, langur bolti fram, en þar er Fylkis, Átspor getur náð þessu, nei. Vá, bolti bara, hann flýgur fram og tilbaka hérna. Já, það er að leggja allt í þessa byrjun hérna á þessum leik. Fyrir ekki þarna Gía á sínum stað. Emma, en það er vinna boltan aftur. Já. Þetta er náttúrulega, við komumst ekki mikið í sóknu, við vinnum mikið boltan. Við byrja þar. En það liggur hansi mikið á okkur núna. Já, Frábær sending þarna, en fyrir- Erna gerir þetta vel, en boltin fyrir út á Fylki hérna. Býtu, hvað gerist þarna? Hún kemur sér skotfæri, nei. En maður náði að skuttla sér hérna fyrir og setja þetta í hotn. Maður náði aðeins handanum núna. Mér finnst nefnilega, sko, ég er af þessu gamla skóla. Já. Þar sem leikmaður nummer 10 að spila vörn, það gerir mig að ærir mig. Já, En, þú veist, samt gaman. En já. Manstu hvernig síðasti leikur í Premiership var með öllum leikmönnum í réttu númer og réttu stöðum? nei, Það var Burnley. Það var okkar maður, Sean Dice, stilt upp í 1 Já. upp í 11. já, ok. Allir í réttum stöðum. Já, ok, Fylkir þetta með hotspinnuna. Þetta er góð spinna á Já. fjærstöngin. Þetta var bara skottilraun. Já. Og hún grípur sér um höfuð og segir, djöfull, Æ. já. Það var mjög nálægt í að vera mark. Ég held að sé ekkert að blóta, sko. Nei, það er enginn að segja neitt ljótt hér. Látum írska undrið okkar það. Já, verðum við í ganga aftur hérna. Gía á Sigdísi. Hún er með mann í bakinu strax. Hún er Berdísi. Svanhildur. Já, hann bara að losa. Hafdís. Já, hún gerir þetta vel. Finnum þennan. Hafði ekki hennar tíma samt í miður hérna. Og þetta eru góða, þetta er ekki verið að lúðura boltan á neitt, sko. Þetta var bara ágætis sending hann, sko. Ætla kom hérna út, flögiferð, greip þennan. Kemur Emma hérna, hægra megin. Það er snúa bara við. Hvað sér þið? Já, með mitt. Sverrir, viltu ekki tala við John um þetta? Setti bara í kallkerfið. Ja, við erum náttúrulega, við erum gaman að horfa á fótbolta en við vitum lítið um hann, sko. Það er eiginlega sem sannast alltaf hverjum leik hjá okkur. Við horfum á alveg ógrinn á þessum leikjum en við vitum ekkert hvað við erum að tala um. Frábær tækling hjá Ernu. Hún er þökkum FH aftur fyrir sendinguna í fyrra kærlega. Langur bolti hérna á Hafdís tekur hann niður og finnur Töru sem finnur Ernu. Þessi leikur hangir á okkur svona hnífsblaði. Já, Bara spurning hvort liðin er að stinga á undan. Og þessi leikur endur ekki með jafntefli. Ég er til að leggja undir húsið mitt á það, sko. Já. Býtu við. Bergdís vildi fá hennan aðeins aftar. Berdís gerir þetta vel. Hún býr sér til pláss þarna og frábær skipting yfir á Freyju. Tekur vel á móti boltanum, kemur hún á svæð, býtunum við. Hafdís bara stingur, býtunum við, hörðu! Þetta er Selma, þetta er ekki bara, vá, ég misti bara vitið þarna, ég var spenntur. Frábærlega gert hjá henni. Selma með frábæra snúning hérna en ofinn með skotið. Þetta var svo góð snúningur, ég held að vera Hafdís bara. Já, En Fylkir stelpur konar í sók strax aftur. Gía sterk hérna, grjóthörð, þetta kann ég að meta. Kemur boltanum á Selmu, þetta er vel leist hjá okkur núna, nú er aðeins að koma meiri taktur í okkar konur og þetta finnur hún Freyju á fjárstökinni.
Og hvað? Tinna er á undan Nei. skilið þessum út af. Tinna sagði ekki í dag, kæri vinur. Er ekki einhvern orðin en Ernu? Ekki í dag, kæra vinkona? Já. Já. Það er hérna Erna og Emma. Frænkurnar. Já, þær eru frængur. Þetta kom í ljós í fyrra. Berdís hérna á miðjunni. Að reyna að fræða hann í gegn, þetta er óþrönd. Þær eru velskipulegar, fylgisstelpurnar. Og þannig ætlar Emma að biðja Ernu að hjálpa sér aðeins. Leysa þetta með sér. Finnur Freyju, sem er sterk og snýr Já, vel. vel Hún gert er hjá Freyju. frábær. Mikið er þetta vel gert hjá henni. Frábærlega gert. Hún er snögg. Já. Selmu í fætur. Snýr sér og Sigdís. Heyrðu, ó, ég held náttúrulega að milli fara beint á okkur hérna. Þetta er, vá, Fínasta tilraun. þetta hefði verið nýjust af að tala, sko. Já. Sprengt hún boltan. Ég held það. Vildi að Hún Tinna er að sér segja- að Hann er ónýtur. Heyrðu. Já, hún er eitthvað skemmtan að það. Það er alveg á hreinu að Lísbet pumpaði ekki illa í boltana. Nei. Það er alveg á Nei, hreinu. nei. Þó að hún fái lánaðan penna sem er ekki komið tilbaka. En það má ekki ræða það. Hann er komið tilbaka, fyrirgeðu, Lísbet. Ég er alltaf að saka fólk um einhverja glæpi. Selma, Já. frábærlega unnið þarna. Þarna máttu engum mun að Hafdís næði boltanum. En lungsending þarna. Það þurfum við bara Já. í Ég nefnilega, kappinu megin. þetta hef ég ekki séð áður hjá Gíu númer 6. Nei. Takk fyrir. Þarna kom hraði sem að ég held bara væri ekki þarna. Setti í Gíugýrin. Já. Og hótspilna. 30 mínútur þetta klukkuna. Já. Nú eftir. En Gíu er svona leikmaður sem leynir á sér í hraðan því hún hefur ekkert verið að sína þetta í einu leikjunum. Settum bara í, var þetta ekki 23 sem hún var elda þarna? Jú, syndist það að hún heldur nú í bakið. Við Já, bakið á 23 Ef að gefa fylkistúlkunni þá það að Já. Gíu hafi kannski verið eldast í 90% hraða. Já. Þetta var svakalega vel gert hjá henni samt. Hótspilna kemur þetta fyrir markið og það er þetta var bara ljósrit af markið sem framskoraði. Þetta var bara eiginlega alveg eins. Já, mig grunar að John muni benda á þetta og vídeofundi. Erna neglur hana framöllina þá Freyju sem tekur vel að móta honum en missir hana frá sér. Svo langt þarna. Vá, ok. Hann vinnur boltan þarna vel. Já, vel gert. Bjargar sér aðeins þarna aftur. Já. Fylgir á þarna. Já, hún er verið strax búin. Bara Já, sest hérna það er niður. game over sinns mér þarna. Fengi ég, hún datt hún á baki, ég sá þetta ekki hvað gerist. Skoðum þetta í hálfleik. Setjum þetta í varið. Fáum Bjarna Viðarsson hérna í hálfleik til okkar. Til að greina leikinn. Sendi mér skilabóð, hann ætlar að tala um gæð og fleira. Já. Meðal annars. Einn daginn verð ég lamin, sko. Ég er náttúrulega alveg óþólandi gaur. 15 mínútur eftir Bjarki, hvernig líst þér á þetta? Þetta er hörkuleikur. Bara Já, það fara svo. frábær auglýsing fyrir fótbolta. Já, þessi lið fóru saman upp í bestildinni í sumar. Þetta voru frábær lið í lengju í sumar. Alveg frábær, gáttu 4 lið farið upp, fannst mér sko, 5 jafnvel. Það var algjörlega frábær deild lengja í fyrra og ég verði það aftur núna í sumar. Það sem maður hefur séð af liða. Þetta er brotdómari, ég kalla þetta standard takk, en þetta er kemur. frábært, ég kann að meta þetta betur. Nei, missir hann frá sér. Óöfina. Ég elska þegar dómarinn dæmir ekki eitthvað og við græðum á því, en hagnaðarreglan gilti þarna, fengum ekki neitt. Það er að lista vel þarna, hún að vera alveg frábær á þessu undirbúningstímabili. John segir hún sé að taka sér aukna ábyrgð á miðjunni sem er gaman að heyra. Bertísson er að taka niður, en hún er sterk hérna og ekkert dæmt, skrítið, jæja, ég hef spilað það sjálfur en ok. Fagna því, Bertís með fylgistelp í bakinu, ætla að finna sitt í sér lappir en aðeins og nú er Sverrir orðinn reiður. Já. Þá er fókið í flest skjól, kallar þetta standard. Standard takk heyrist hérna, Óma í stúkunni.
Þannig rennur hún í bleitunni, möturinn að vökuður mikið fyrir leikinn. Þetta var flott hjá Sigdísi. Hefði veikt þarna Selma varni hlaupi sem að hún hefði viljað fá eina góða sendingu. Já, byrjum að spila eftir nákvæmlega. Ágætis fyrir ekki þarna. Hvað gerir Hafdís Bára? Hún Sigdísi sem kemur út af Svanhildi sem hefur fengið leyfi til að nota vinstri fótinn áfram í sumar. Notar hann hægri, ágætis fyrir ekki reyndar. Já, vantaði eitthvað Það vantaði einhvern þarna nær. einhver árás. Fín pressa hérna á Töru en það leysir þetta vel hérna. Já. Hérna klikkaði eitthvað talning í pressunni og þær eru konar hérna í dúndursókn upp vinstri kantinn. Náður að koma boltana fyrir, nei hún leikur hérna á Emmu og skýtur á markið, wow. Ok, þessi highlight-pakki verður bara 27 mínútur eða eitthvað. Bara, hann verður ekki tilbúin. Það var ekkert mark samt. Alveg gali. Já, þú verður bara fram á nótt. Ég er bara að vera tilbúið kannski á föstudaginn. Það er ekki mitt vandamál. Nei. Eins og þetta er. Jú, það er enda mitt vandamál líka. Katla stillir boltana minni upp. Búin að fá á sig örugglega 6-7 skottilunir í dag. Yfir meðalagi með leikina sem við spila hingað til í Reykjavík-mótinu. Hafdís Bára er sterk hérna, finnur Töru sem að ætlaði að negla hana fram en enda til hliðar og Selma vinnuboltan, vel gert. Nú þurfum við að fá smá einhverju töfra. Fín sending hérna sem við færum liðið upp. Sigdís, eltar þetta, vinnur innkast. Já, vel gert, góð pressa. Selma setti boltan hann í svæði og vildi fá hlaup. Sigdís að duðlega hlaupa þetta uppi og endanum að endra á því að vinna innkast. Kemur langt innkast hérna, finnur Berdís í lappir en þetta fer því miður í útspark. Sjáum hvort að markmaður Fylkis sé líka reiður til þennan bolta. Nú þetta er fín pressa á Töru en Fylkis kona vissi þessu. Erna er 1.97 andlega eins og sagt er og finnur hérna Berdísi. Berdís finnur Hafdísi Báru. Hún hélt hún aðeins meiri tíma hérna. Berdís er sterk hérna, vinnur boltan tilbaka, miklu harðfylgi. Sigdís brýtur af sér hérna og fær dæmda aukaspyrnu á sig. Já. Þetta er svona... Þetta er bara harka. Já, ég ætla samt að tilkynna formlega að þessi leikur er orðinn skrappi. Já, hann er að byrja núna. Já, það er orðinn skrappar var að detta í gang núna. Ég hef ekki þessi leiki byrja svona miklu tempói frá byrjun. Já, það er ennið vandamálum boltana. Það er bara... Augljóst mál að Bensi hefur ekki komið hér að málum. Nei. Það er allt på 10 niður í Vík. En við erum úti vel í dag. Já. Þannig að við stjórnum ekki öllu eins og alltaf. Heima hjá okkur. Við reynum samt að stjórna öllu. Já, við þurfum að hrekja hérna ágætan Fylkismann í burtu. Svo Sverrir kemist á mikrofónunum. Það var miður síðan að fá ekki verið vallaþulur. Það var mjög fegin að losna við það ábyrgð. Fín barátta hérna. Hafdís truflar hana og Svanhildur vinnur boltana, harðfylgi, vel gert. Finnur Sigdís sem snýr við. Finnur Ernu. Erna lítur upp. Fátum svör fram á völlin. Finnur samt Freyju og Emmu. Þetta er vel spilað þarna en þarna var einum varnarmannum mikið. Þessi sendi ekki hefur verið geggjuð eða varnarmann hefði ekki verið í Berdís þarna. Akkurat. Þá hefði Berdís verið komin einn í gegn. Já, og þá hefðu við skorað mark og þá var ég rosalega glaður. Ef markmaðurinn hefði ekki verið. Já, ef markmaðurinn ekki verið heldur, já, einmitt. Það er allt sem hann slutur flókin. Ef og kannski. Hérna Gummi Ben hringdi mig í gær og sagði við mig, þú far aldrei að lesa leik. Frábært dingast þarna. Tara í skotið. Nei. Hún er búin að kynnast tréverkinu hérna í Egilshöllunni vel síðustu vikur. Áttu hérna 2 sláarskot í leikamóti, var ekki Fjölni? En frekar IR. IR eða Fjölni. Eitt marki var nú inni samkvæmt okkar útreikningum hérna í Víkingu TV. Já. En maður skoða vel í var. Erna kemur með langa bolta inni hérna. Tara tekur hann niður. Finnur, býtu við. Finnur þetta Emmu Steinsen. Við komum alveg einu og það er Sigdís Bára. Sigdís Bára.
Ég ætla að biðja Hafdísi Báru og alla hlutaðjandi afsökuninni kallaði Sigdísi Báru. Já, en þú ert bara svo vanur því að Hafdís Bára sig að skora. Já, akkurat. Þetta er bara í minninu. Þetta var frábært. Þetta kom hún af svolítið svona skrappi í byrjun á markinu. Men nákvæmlega endaði á mjög mjúkan og fínan hátt. Já. Þarna kom hún á fjársvæðinu sem er eðlis, svona hvað sem er lagt fyrir góða kantmenn. Komið á djúpinu. Afgreitt þetta mjög vel. Já, þetta var snyrtilegt. Þetta var nákvæmlega sem leikunni þurfti að því að Fylkir-stelpur eru ekkert að vera að gefast upp og þetta opna bara leikinn. Já. Því að eitthvað sem við gerum ekki í Víkinni það er það að detta niður og halda einhverju 1-0 rugli sko. Þeir eru búin að uppfara kerfi eða röddina Sverri er búin að kannski hrista upp í kerfinu eitthvað. Það hljóma betur en að gera síðast. Já, nú erum við komnar í taktinn. Þetta vil ég sjá. Hérna lítur upp, finnur Emmu segi, þú mútt endilega fá sopa, ekkert mál. Þetta var allt í góðu sko. Það er svo mikið kaldan hérna. Sverri er komin á klubbmativagnin. Já. Sigdís. Svanhildur tekur sprettinn. Sigdís, nú erum komin í, nei, hún var næst í komin skotfæri. Allar þess aðeins móð hérna með boltan. Allt í góðu, Tara finnur hann. Svanhildur finnur Töru aftur. Tara skilgreinir, gerum þetta bara einfalt, ég elska það. Ekki að flækja málin. Erna kemur góðan bolt inn í hérna. Þetta var auðvelt fyrir Tinni Brá. Það vantaði Bergdís til að taka hann á bakið. Já. Það var þannig sending. Hún eru 7 mínútur eftir. Við erum komið markið sem við vildum fá. Og við lofum mörgum. Já. Erna gerir þetta frábærlega. Djöfullinn sjálfur. Ég ætla bara að afsækja orðbragðið. Mikið finnst mér gaman svona taklingum að þér. Engin ílska. Nei, þarna náum við Þetta er að vera brot. Og það er dæmt. Það er Salamónsdómur þarna svo kallar. Já, hérna. Það er maður sér þetta dómur með eitthvað svona, bara vissi hann gerir mistök á hann. Þetta er bara engar svona hinum bein, ekkert mál. Allir glaðir. Emma lítur upp. Hafdís bara var komin hérna í stöðu en fékk ekki áheyrn. Tara. Við þurfum að fá opta-statistík á Töru bara strax. Já. Hún er örugglega með 97% pass completion sko. Við tölum bara við Kristóf eftir leik, hann er með þetta. Hann er með þetta, við erum að sjá tölfræðina sem hann er með. Nei. Ég þarf að sýna hann eftir, þetta er svakalegt. Já. Það er bara, þú veist, hver prumpaði fyrir þetta og hver borðaði gúrku í gærkvöldi, sko. Hann er rosalegur, sko. Gaman að sjá, hann er metnað, Erna lítur hérna upp. Allar stingur hann inn á Selmu. Nú geta þær sótt hérna nokkuð margar, nei. Við erum búin að ná Bergdís, allar stelur hann á miðinni. Leikmannum með 6 Fylki, búin að vekja athygli hjá mér. Já, vel gert hérna á Freyju. Sara Dögg, hún er búin að vera mjög spræk. Freyja tóðin að það og ætlum við að óska eftir því að það sé komið spjald. Hann lifið frábært að gera dómarum og lifið að halda áfram. Hann geymir spjaldið í vasanum. Það kýtlar að lyfta því. Svanhildur finnur hann með Bergdísi. En það loka vel á þetta. Við fáum ekki tíma til að skjóta. Og við missum boltan út af. Nú flaggar flautavantilega dómarinn eftir spjaldinu. Nefnir hann gleymt því. Já, spjaldaðana eins og satt er í Víkinni. Við bætum spjaldi við hérna Fylkir stúlkur. Já, það var leikmaður númer 3. Ég sá það ekki. Það er bara Fylkir ekki tækninni. Við getum bara sett spjaldið sko á Fylki í heild sinni. Þetta er allt saman að koma. Eftir svona 10 ár þá verðum við hættir að leta í hljóðvandanumvalum og svona í byrjun. Þetta kemur allt. Ég held að hann hefði gleymt spjaldinu í alvörunni sko. Hann er búinn að setja það á? Nei, ég held að hann hefði kallað á hann, þannig að hann væri ekki að fara að gefa það. Ég held að hann hafi bara verið að leita að leikmannum. Já, ok. Þú ert alltaf þú ert svo góður í garð dómarann, ég fíla það. Við verðum að dæmta hann að Freyju. Nú er hann farin að flauta svolítið duglega. Núna á að hendi, nei, djók, þetta var gott grín hann að Emma stingur svo að milli eldfljót. Sjáum hún að Selma tekur á rás hérna. Selma er aðeins einarna. Sá hann ekki. Það eru fastar á hægra en sjáum Emma kemur hérna fyrir. Bolta fyrir! Frábær bolti. Ég ætla bara að fá að segja eitt núna hér með. Við erum ekki sérfræðingar. Við höfum aldrei sagt það. En Emma Steinsen, ekki á kantinum ofarlega, er glæpur. Því miður. Hún er frábær fyrir gjöfum. Hún er snögg. Og hérna lagði upp alveg ótal mörk í fyrra. Ég vil sjá hana framar á vellinu. Frábærlega gert þarna. Þetta vantaði bara Selma væri í 38 en ekki 37 í skóm.
og það væri 2-0. Þessi bolti er hættulegur hérna. Fylkistúlkur hérna sækja upp hægri kantinn. Og lítið svör hérna og Tara var löngu búin að fá bréf þetta. Truflaði leikmann Fylkis. Það halda boltanum. Herri, hún heldur boltanum bara eilífu. Ná að halda boltanum vel hérna. Og þetta er vel gert. Þetta er vörð sem þekki hvort aðra vel. Heyrðu, og það er fyrsti Pickford. Fyrri hálfleik. Þetta er nýtt met. 43 mínútur, ekki konur á klukkuna. Þurfum að fá inn í grafíkina svona mynda Pickford. Þannig að getum merta líka við. Samt skrítið, því hún heldur náttúrulega með Liverpool, skilst mér, markmaðurinn okkar. Þess vegna er þetta gott grín. Já, þess vegna er þetta gott grín, einmitt. Það er alltaf gert grín að litla mannum í Liverpool. En manni næra boltanum niður hérna, undir pressu. Og við vinnum innkast. Nú er aðeins eins og þessi smá vindur að fara úr Fylkisdömum og við kunnum að meta það. Já, var pínu opinn þetta með móttökuna. Já, setja hann bara beint út af. Spurning hvort að ég er farin að hugsa hlýtt til kaffibollans í hálfleik. Ég láti bara hella upp á kaffi á hendurnar á mér. Ég er frósin. Það eru frósta sama, sko. Þetta er svakalegt. Nei, ég er góður. Ég er að væla í útsettingunni. Ég kalli þetta samúð, sko. Það er tæknir sem ég er með, sko. Emma finnur hérna hafði þessi inn á teiknum. Já, vengið. Þetta er hotspyrna. Hotspyrna á. Hotspyrna á stór hættulegum stað. Já. Og sáuðu daginn tölfræðin sem afsannaði þessa markamínútu. Það er bara einhver mýta. Það er alls ekkert mörg skorið á þessari mínútu. Það er bara skorað 45, 38, 43 er bara kjaftaði. Það er eitthvað sem einhver hefur búið til á RÚV fyrir 40 árum. Samt ég byrðist afsökunar til hollvina RÚV, ég var ekkert á móti RÚV, sérstaklega. Það er bara svona, fyrir 40 árum sem var ekkert annað til en RÚV. Þekkist þetta ekki í erlendu tungumáli? Nei, það er bara íslensku. Það er með góðu hotspyrnu þarna. Vítu, og Sigdís, þannig tók Erna smá stömbul, þetta vonandi að lægja með hana. Herðu, við klöppum fyrir þessari markvörslu. Þetta er á heimsmæli hvarfa. Þetta var úr efstu hillu. Þetta er sama markið eða ekki, var ekki sömu megin sem Katla varði móti IR. Hinum megin. Var það hinum megin? Já, en Tinna var þetta Þetta voru gæði og fleira maður. Takk fyrir. Þetta hefði ekki, vá. Sigdís með að geggja hans snúning hérna inn í. Hara með aðra hotspyrnu hérna inn í teginn. Og þetta kemur, Freyja og Svanhildur, nei, ég held að Svanhildur næði þessu. Og Gíja og Emma tala saman hérna. Emma neglur þessu bara fram beint á Svanhildi. Ekki slæm sending það. Svanhildur gerir þetta vel, hún er ótrúlega fylgir sér. Já, vinnur innkast. Núna eru leiktími fyrirhauðsins að líða 10 sekúndur eftir að fyrirháleik. Hann bætir nú ekki miklu við, held ég. Nei, það var... Já, kannski 2 mínútur. Sjáum hvort að ég er aðalega að pæla hvað er langt í kaffibólla minn. Býtum við. Þetta er ekki búið þarna. Þetta komið í skrappi í aftur. En þetta er búið að vera frábær fyrirháleikur. Ég get ekki gert ráð fyrir einu öðru en að seinni hálfleikur verið jafn skemmtilegur. Hafdís er hérna að snúa en þarna var ein mætt á blindu hliðina. Hara. Já. Heyrðu, þessi hefði nú bara mátt syngja maður. Djöfullinn. Þetta hús skuldar Töru 1 mark. Já, algjörlega. Það er staðfest. En þessi markvarsla, ég er bara smá svona dáleiðslega. Þetta var svakalegt. Bara stórkostleg markvarsla. Sjá hvort að ná að gera eitthvað hérna á síðustu andartökum fyrirháleiksins. Svanhildur segir nei takk. Og Bergdís líka finnur Sigdísi sem er eldfljót. Svo Freyju núna. Og nú er búið að leggja upp flugbrautina fyrir Freyju, en hvað gerir Sigdís? Finnur Freyju lappir? Eða hvað? Nei! Þarna var aðeins. Það er svo mikið þyngd. Freyju er ekki tilbúin. Við erum að taka allt 5G líka sambandið hérna til okkar í húsinu. Ætli dómarinn fari ekki að flauta þetta hérna nána af. Jú, það er sennilega þannig við erum komin 1 mínútu og 15 sekundur fram yfir. Já. Og kannski einsókn eftir hérna. Ef hann flautar hann strax þá verði brjálaður. Nei, ég kann að meta þetta. Emma, já. Gamla góða neglan. Já, Freyja kemur þessu bolta. Selmu. Þarna var aðgangsverðarni á Fylki og vann boltan. Selma, geggjað.
var ekkert að vorkenna sér neitt og vann bara boltan strax aftur. Ó. Þessi sending var geggjuð. Mér finnst að varnarmenn eigi að leyfa svona sendingum að fara í gegn bara. Erna, nei, hún lætur leika á sig. Þá sjaldan sem það gerist, en Tara sterk hérna. Sterk, en missir, heyrðu. Það stefnir í eitthvað slatarmark hérna. Og hælspinnur, hvað er að gerast? Já, ætla hana þessum. Heyrðu, hún virðist hafa látið lífið þarna. Nei, hún er lifandi. Já, þetta er alvöru dómari. Þá er flautað til hálfleiksmaður. Ég vil bara segja það, ég þarf að fá mér eitthvað annað en kaffi, bara te eða Bara eitthvað. heitt vatn. Heitt vatn. Heyrðu, við sjáumst aftur eftir það bil 15 mínútur. Kæru hlustundur. Og skulum bara vona að seinni hálfleikurinn verði jafn góður og svo fyrri. Sjáumst þetta smá. Yes. Waiting by the phone. It's the loneliness building up the empire with no fortress. Haunted by the past. Heyrðu, þá erum við komin aftur í samband við ætlum bara að testa hljóðið aðeins aftur af því að það var að berast ábending frá glöggum Víkings aðdáanda að hljóðið væri að detta inn út hjá okkur, þannig að við vona að það sé ekki þannig hjá öllum. Við höfum ekki fengið hennar kvartanir nema þessum ákveðna aðila og hann er frekar neikvæður elsveri sem aðili, þökkum honum bara alls ekki fyrir þessar kveðjur. En sjáum hvort að Bjarki er til lagi núna. Þannig að röddi mín er í lagi en ekki tónlisti mín. Ég læt ekki bjóða mér þetta. Þá sjáum við bara hvort að þetta prófum þetta aftur. Við bara ætlum að ekki hafa neitt annað tónlist í hálfleik. Sjáumst bara eftir svona 10 mínútur. Sjáumst.
Jæja, og var þetta að fara að rúla stað, seinni hálfleikur að hefjast. Við erum farin að stað. Það er spurning hvort að við fáum sama leik hérna í seinni eins og í fyrri hörkuleik. Staðan 1-0 fyrir Víking. Klukkan komin á stað. Og það var ekki Gunnar Magnús sem truflaði mig, það var Helgi Guðjónsson, leikmaður Víkings í meistaraflokki karla sem var að trufla mig. Já, vel gert þannig aðstöðu. Skamma mig fyrir eitthvað grín á internetinu. Oh. En hérna, takk fyrir að bjarga mér Bjarki mínu sem vanlega. Já, bara að minnsta máli. Nema ég kunni ekki á klukkuna í... Það er alltaf leið, það kann ekki náttúrulega mig. Já, sáum Töru vinna boltana vel á miðunni. Víkingur taka boltan hérna bara og það byrja rólega. Það er að fara hann hérna aftur. Dörnu. Og Emma kom inn hérna núna í Miðvörðin. Með langa bolta þarna. Flottur Á bolti. Hafdísi Báru. Hún vinnur boltana fram, jú. Það er þetta spark. Það er spark og ekkert dæmt. Þetta er mjög skrítið. Já. Skrítin lína, en ég er ekki dómari, ekki heldur læknir. Ég með langa bolta þarna, en þarna var enginn á sprettinu. Þó ekki sá tyrkneski. Nei, þessi brandar er nefnilega, hann heyrðist daginn líka og ég var nákvæmlega breiður í núna. Ég gerði þess að 20 ára. Meðalaldur þeirra sem fattar hennar brandara er 65 ára og eldri. Já, við vinnum boltana miðunni. Við reyndum að sannfæra húsvörðunum að hækka hittan í húsinu, hann sagði nei. Það er funheitt frammi. Fylkismenn borguðu ekki fyrir hittan, borguðu bara fyrir grasið. En já, það er alveg fáránlega kalt hérna. Ég veit ég er mögulega eðalega eitthvað upplifun að horfa á leikinn með þessu væli. Mér er alveg sama. Ég er þið getið bara að mjúta mig ef ég er leiðilegur. Fylkistelpur spila vel þetta, vel gert þarna. Skemmtilega. Mikið pláss hérna núna miðunni. Reyna að koma þessum í gegn. Erna. Tilbaka á Köllu. Þetta er ekki flókið. Aftast frábært. Bítu. Hafdís Bára er fljót. Nei, ekki svona fljót. Hérna er búið að gleyma leikmannum 23. Já. Viltu ekki kalla það, Bjarki? Nei, við fengum boltan hana. Sittís, ég er Töru sem er á auðum sjó. Hvað gerir Tara? Finnur Freyju. Freyju elskar þetta moment, tekur það bara á. Heyrðu, þetta er vítaspyrna, allan daginn, dómari. Viltu taka upp flautuna? Nei, það hefur ekki á. Þetta verður skoðað heldur betur. Já, þá kemur bara Erna. Þarna er bara annarkvort spjald á Freyju eða vítaspyrna. Afsakað kærlega hvað er hreinskilið með þetta. En Selma, þær eru ekki hættar. Já. Og þetta er sama, þetta er hreint, ég veit ekki hvað þar til. Núna væri gott að þessi replay feature sem vorum að vinna í þetta fyrir leikin, að hann myndi virka því þetta fannst mér bara að vera vítaspyrna. Hvað segir þú, Sverrir? Nú ert þú sérstakur ráðgjafi lýsenda. Víti, já, það er bara staðfest. Ég ætla bara að fá að leika þetta eftir með orðum. Sverrir leit á mig og gerir bara þumallu. Víti. Málið afgreitt. En það héldu áfram, munu einhvern að skora þarna. Já, sjáum hvað gerist hérna, Emma vinnur þennan. Herðu, og það er kominn bolti hérna í gegn, en Emma er mjög fljót, sendur hérna tilbaka á Köllu, lúðrar þessum hérna fram. Það er rosalega gott að hafa eina Emma Steinsen þarna. Já. Spretta. Já, Selma grjótör stingur sér framfyrir hann, hann er boltanum í frábæri stöðu núna. Það kloppa hann að djúvill, þetta er fallegt. Freyja vinnur vel tilbaka, frábærlega gert. Það er að skera þetta Sigdísi, en það er ekki alla leið. En nú eru að vinna alla aðra bolta, setjum bolta segi ég, það er frábært. Berdís og Tara. Mistir hérna frá sér boltan, en Berdís er mætt. Hei, Erna. Aftur, Emma. Katla kemur minna á Emmu.
Boltinn aftur á Kötlu sem finnur Gíu. Kemur Sigdís. Hún gerir þetta ágætlega, það er brotið á hana þarna, en jæja, ég veit ekki alveg hvað er að gerast þetta núna í dómgæslunni. Hann hafi glemt flautunum bara í búningklefanum. Hann klift hann var að hósta á hann og heyrði svona. Já. Freyja gerir þetta vel þarna. Erfið sending en Selma ætlar ekki að gefast upp. Pressar hátt. En þetta er vel gert. Vel list þarna hjá Tinnu. Hún er ekkert að stressa sig að náttast. Nei. Emma stoppar þetta, Tara og Freyja og aftur Emma. Vel spilað. Þarna var Hafdís í góðu hlaupi. En þetta er frábær sending hjá Töru. Nær Freyja þessu? Já. Gerir þetta vel, gerir þetta frábærlega og finnur Selma sem að situr. 2-0 Víkingur. Svona átt að vera. Núna er bara mín helsta von í lífinu að grænlenski myndtökumaðurinn okkar hérna hafi náð þessu marki vel. Ég ætla að vona það. Já, hann er ekki viss. Það er engin leið að segja til og það segir hann. Frábærlega að spila hérna hjá Víkingstelpunum á miðinu hérna hægra megin, tóku nokkra þríýtinga, sendur svo Freyju í gegn. Já, og Freyja miklu harðfylgi. Hún var tókað í hérna og hún nýbúið að brjóta hann á hann, en að ég rendi boltanum á Selmu sem að afgreita þetta snirtilega í fjær. Það var bara eins og ég hefði gert. Þetta var myndið mig á þig á þáttaræðingunni daginn, einmitt. Nefn að ég komst aldrei inn teg og fekk aldrei boltan. Já, og ég fekk hjartafall í hálfleik, en það er annað mál. Djöfull er þessi rödd geggjuð. Langur bolti þarna og Erna vinnur hans. Fær hann að mista hann yfir sér þarna og Fylkistelpur. Það er skora! Heyrðu, það er stutt markan á milli maður. Stutt betur. Heyrðu, Katla, það er komið smá hiti hérna. Katla kveikti þarna í einhverju flugeld. Vá, þetta mátti einhvern veginn að allt færi bara í háa loft. Það er smá læti. Ég náði ekki markinu, ég bara sá það ekki. Bjarki, sástu markið? Nú væri gott að hafa okkar kæru fótbolti. Ég held að það var leikmann 7. Nei, ég náði ekki. Ég held að það var leikmann 7. Sverrir náttúrulega er fagmaður fram í fingurgóma, hleypur þá til Fylkis aðdáenda og óskar eftir því að þau segja honum hver skoraði. Og við munum tilkynna ykkur það leið og við vitum það. Þarna var Salamons dómur, bara gult á. Það eru 2 gulspjöld, takk fyrir Katla að fá sitt fyrsta gulspjald sem ég séð síðan ég byrjaði að horfa að spila fótbolta. Það verður púlsinn fór aðeins upp í 100, held ég. Það var ekki nógu gott þarna. Erna skalla boltan upp í loftið og þetta var svona eitthvað að leita á honum. Leikmann nr. 7 sem skoraði. Staðfest. Það er Tinna Harðardóttir. Frábært markið á þeim þarna. En Bergdís er komin að staða þetta, vitu. Finnur hún Hafdísi? Nei. Sigdís tekur hann vel niður hérna. Leitar út á kantinn, aftur inn á miðjuna. Aftur út á kantinn. Þar er Svanhildur. En Fylkir eru fljótar að loka. Þetta er Tinna, títnefnd. Snögg að vinna boltan. En hún er alein. Hjálpinn er að koma hérna. Selma er heldur betur á leiðinu líka, maður. Já, hún rífur bara boltan af henni. Fáránlega vel gert. Já, það er aukaspyrnu. Það dæmir raunverulega ekki alveg á rétta mómenti þarna. Þetta var ekki aukaspyrna sem þegar hún dettur, en á undan var það aukaspyrna, sko. Klárlega, það er vel gert hjá Selmu. Hér má sjá glæsilegan og nýfægðan bikar komin í hús. Bjóðum ykkur velkomna hérna. Og hérna, nú er heldur betur leikur. Og þeir sem eru ekki að horfa á þennan leik, ég finn til með ykkur sárlega. Þetta er búið að vera skemmtun frá fyrstu sekundu. Og við vorum ennþá að fagna markinu með 2 þegar Fylkistelpur settu bara eitt í andlitið á okkur. Það er aldeilis með þessu. Algjörlega. Og hérna Erna kemur hann út á Gíu. Hvað sér þið? Július, hann situr þarna. Já, brotið en ekki dæmt frekar en fyrir daginn. Þarna er þessi leikur, ef það verður ekki rauðspjald í dag, þá heiti ég Jónas, sko. Eða Sigfús. Býtu, Hvernig gat þetta ekki verið okkar innkast? Ég kalla eftir standard sem fyrr og Sverrir kallar eftir standard aftur. Hann er alveg, hann gólar eftir standard.
Það er nú ekki dómarleiksins að kenna stöðuleiksins, þetta er búið að vera fram og tilbaka hérna á milli beggja liða, bæði lið búin að eiga yfirhöndina og pressa og svo hérna skiptist bara en Fylkistelpur eru búin að gera þetta vel enda þegar það lendir í svona mikil pressu. Þær eru að gera þetta núna frábærlega en Bergdís gerir þetta ennþá betur. Sér hún Hafdísi þarna? Já, hún sér hana en hann er ekki í gegn. Þessi bolti hefði sennilega fengið eitthvað svona velun. Snúa hérna, vörn í sókn og koma á harðaspretti hérna. Sigdís þarna að trufla, já, gerir þetta frábærlega, truflar hana nægilega mikið. Fylkir setur þennan aftur fyrir og það er markspyrna. Bara að trufla og sagt einhvern sinni, ekki þarna. Það er alltaf að spyrja mig spurninga hérna í beitinúrsendingu og ég er bara ekkert svo gáðar. Það er bara svolítið svoleiðis sko. Sjá, ég skal finna þetta. Sjá, ég er með samskipti við hann hérna. Júlíus Örn Ásbjörnsson, frábær gæi. Var með réttarhaldsskóla, mikill víkingur, villtista leið á miðjumaldri og er núna í Fylki. Já. Nú það er fálega þessi bara tímindi búin að setja áleika, búið svo mikið í gangi. Bergdís vinnur þarna boltan. Já, þetta hendi var það ekki. Já, einhvers staðar hefði þetta verið dæmt. En þetta skot endar einhvers staðar út í móa. Og Katla tekur sér góðan tíma núna og róar aðeins niður. Hún er kannski fædd árið 2007 en hún er ekki 2006 fyrir ekki en hún er ekki hérna flýta sér mikið, mjög vel gert, róar þetta aðeins niður. Gíja vinnur hérna Svanhildi og Sigdís alltaf að fara þarna, ágætis hugmynd, vinnur boltan tilbaka. Bergdís tilbaka á Gíju. Og ætlum við aðeins að byggja upp og að Tara tengir hérna saman með miðjavörn. Finnur Ernu. Erna finnur Freyju. Þetta er skemmtileg hreyfing hérna núna, skemmtilegt spil. Boltinn upp í hornið á Selmu, finnur hún Hafdís inn í. Hún finnur Sigdís inn í, sem finnur Hafdís inn í. Þessi fer yfir. Þær fundu hver aðra en þarna mátti engum muna. Þarna vantaði Hafdís í svona 2-3 cm viðbót. Já, flott sókn. Flott sókn, virkilega flott. Þetta var bara eins og setti upp kerfi aftur. Stutt spil þarna milli Ernu og Freyju. Nú er hann sem ekki pressar í tegnum. Þetta er frábært, þarna náum við að spila okkar leik. Emma er komin, sérðu dólgin. Hún er komin í dólgin, eins og þetta byrjað að tala við áhörendur og þá vitum við að Emma er í góðum feeling. Dómarinn er ekki alveg að hrifin af þessu. En hver til að kynna sér þetta? Hann er ekki sama feeling. Hann þarf bara að koma hlera víkingsleiki. Erna finnur hérna Gíju. Já, og Svanhildur hérna úti vinstra megin, tilbaka á Gíju sem að þarf að setja hennan upp í hornið. Þar er enginn önnur en Hafdís Bára. Vinnur hún hornspyrnu? Já, nei. Innkast. Innkast er það. Sjáum hvað gerist þetta núna. Það er já, eins og sagði, það er bara búnar 13 mínútur fyrir seinna leik sko. Mér líður þessi leikur með gangi í 2 daga. Hörkuleikur. Hendur hún með inn. Nei, þessu stuttur. Að vinna innkast. Nú fara hann aðra tilraun hérna. Nú hefur verið að endur sína marki hérna í straumnum með mér. Já. Minnum aðeins á eftir. Þetta er alveg geðveikt sko. Geggjað. Endur fyrir hendur sína markið, eða hendur sína færið. Það var svo vel spilað með að skilja mark. Gíja tekur hann það niður en lyftur hann upp á Sigdísi. Nei. Kemst ekki fram hjá þarna en vinnur boltan. Nei, ekki aftur en Gíja kemur langa bolta þarna. Áttina Freyju, nei. Nær ekki gegn. Nú snúa Fylkistúlkur vörn í sókn. Og þetta gerir Emma vel, býður spök hérna og er farin upp kantinn. Heldur þessi ná. Hún er eldfljót en þetta er fáránlega. Þetta er ekki svo sem datt mitt í bakinu fyrir áleik. Vel gert hjá henni. Þetta var harðfylgi þarna hjá henni Helgu Guðrúnu. Virkilega vel gert. Og Tara skokkar og tekur hornið. Ég gleymdi að minnast á það fyrir leikina. Hér í lokleiks fer bikar á loft. Það er bara þannig. Tókum ekki sérstaklega fram. Nei, þetta er bara úrslitaleikur og það er þannig. Þessi lið eiga 2 möguleika á að vera eftir sæti riðlinum og
til þess að Fylkir sigur. Hérna kemur hotspinnan fyrir. Ó, Og þarna beið Erna. En Bergdís! Þetta er, vá, þessi hefði mátt syngja í netinu. þetta var vinstri fótur dauðans. Ha? Sem er verri fóturinn. Já, ef þetta er verri fóturinn þá vil ég ekki sjá hann betri, sko. Frábær pressa hérna á Selmu. En hún er sterk hérna frammi á Fylki. En lætur Svanhild ekki toga sig til, vel gert. Það er býtuð, hún sest svo hann eitthvað niður. Að laga skóinn sinn. Það er Held að, já. náðu Gía klæðin á skónum. Já, hún er sennilega bara stíð á hana. Óvart. En það gerir Gía aldrei neitt viljandi. Ég held að Víkingur sé að gera tilbúið í tvöfaldar skiptingu. Býtu, hvað gerir Freyja? Hún gerir þetta svo vel. Frábær sendingarni á Töru sem kemur aftur með góða sendingu yfir á Sigdísi. Svanhildur kemur með henni. Já, kannski látum Vallar þulinn vita því að hér er tvöfald skipting í vændum, Sverrir. Sástu það? Ok, Birta og Nadia, Nadia. Það er ekki eins að klárar. Freyja hérna á opinu móttökuna. Nú verður skipting. John óskar eftir að dómari stöðu leikinn til þess að leyfa okkur að skipta. Hann ætlar ekki að leyfa það, Nei. sýnist mér, sem er mjög förulegt. Já, hér er John að lenda í einhver þagnarbindindi. Það er ekkert hlustað á hann. Nei, skrítið. En leikurinn heldur áfram og skipti ekki að vera að bíða. Frábær spurning hvað fyrir út að byrja þær. Það er Nadia að koma í sóknina, það er klárt. Og Birta væntanlega á miðjuna. Það verður áhört að sjá hverju fara út af því það er engin, ekki veikan blett að finna á þessu liði í dag hérna. Þetta er frábær að lesa hérna á Bergdísi og þetta er Freyja alveg, það var Freyja alveg galopin. En Finnur Selmu, gerir þetta vel og kemur hún fyrir á Freyju sem finnur Bergdísi. En Fylkistúlkur ná að hreinsa þarna. Erna er alltaf rólar en ég þegar við spilum leiki. Hún er mjög afslöpuð þarna, vel gert. Freyja gerir þetta frábærlega. Þetta er bara svindlkall, hún er svo fljót. Vel gert þarna hjá varnarmenninu. Já. Erna mætti í bakið á henni. Markaskorar Fylkis. Eltir hann alla leið upp í hornið. Og það er ná að spila sig út úr þessu. Já. Nú var bara spurning hvort að Emma mætir henni, en þetta er góð sending þarna, þeir eru tvær og Gía, hún er einarna en gerir þetta vel. Afslöpuð, Katla kemur sér framvöllin, finnur þarna Emmu. Emma lengir boltan framvöllin. Freyja en Tara mætt. Hún neglir hana fram, vel gert. Hafdís bara sterk, hún er sterk, en má ekki við margnum hana. Og Fylkistúlkurinn á boltanum. Já, geta að spila þarna hjá þeim, en þarna mæti Freyja, gerir þetta vel. Næs skipting. Biður myndtökumanninum að ná því á mynd, en hérna hann er gleyminn. En hann myndi þarna eftir þessu, vel gert. Mér sýnist þetta að vera Selma. Nei. Hafdís Bára og Bergdís. Það er að fara út af, inn á koma Birta og Nadia. Hafdís Bára náði ekki að bæta í sarpinn í dag. Bergdís er svona típa sem vil spila 160 mínútur í hvernig leik. Já, ekki minna. Helst ekki, en nú fáum við ferska lappirinn á og frábært eiga svona leikmenn á varamannabekknum. Gía gerir þetta vel, hérna góð barátta og Birta mætti baráttuna strax. Þetta er hendidómari, en hann dæmir það ekki. En þetta er víst vallamark í bandarískum fótbolta. Þetta voru Bergdís hérna í einhverjum orðaskaki við áhorfendur. Sennilega er hann að segja Gunnar Magnús að láta sig í friði. Hann er ekki vinsæll hérna í Víkinni, frekar fyrir daginn. Þetta verður rannsakað í daginn, þetta samband okkar Gunnars. Katla tekur sér góða tími í þetta, enda þarf hún ekki að flýta sér neitt. Enda er hún með spjald á bakinu. Já. Bara fyrir upp í boltan en þetta er vel gert hjá Fylki hérna að vinna boltan og er konar strax að staði svo. Þessi sending er metnaðarfull og Erna stingur sér á milli. Þá er bolti hérna á Nadia í boltanum en jú, Tara vinnur þetta vel gert þarna og Freyja finnur Nadiu lappir. En jú, býtið er ekki búið. Tara kemur hann út á Sigdísi vel gert. Hann ætla að taka hann það með sér. Hitt hann ekki.
missir þarna boltan út á kantinum, þar mætir Svanhildur, en nú er þetta komið í þetta skrapp sem við varum að tala um fyrir áleik, Já, allt er undir, en setið svo var þetta aðeins niður núna, finnur Ernu, og þá andar rólega aðeins, Svanhildur, Selma biður sendinguna, Freyja er galopin af fjær, já. Mikið pláss hérna hægra megin. en hann er bakvarurinn hjá Fylki búinn að átta sig á þessu, sem er ekki mjög leðilegt. Freyja fæði samt boltan hérna, hún setur bara í gírinn, stingur hann af, djúvill er hún snögg maður. Gerir þetta frábælega, hann er tókað í hann, af hverju er ekki dæmt á þetta? Þetta er aukarspyrnund á velli, já. Selma fljóta að koma hérna og pressa, reyna að vinna boltan aftur. Ég vona bara að þessi lið séu alltaf að spila, þetta eru skemmtilega leikið milli þessara liða. Já. Það voru báðir leikirnir í lengjudöldinni í sumar voru mjög skemmtilegir. Mjög svo, sko. Unnum á 94. ekki á Já. útivelli. Svo slógum við áhörnanda með í Víkinni. Já. Það er setjuleiknum. Þarna kemur Emma sterk þarna á mótinni en hún er... Og Tara vinnur boltan þetta á frábærum stað. Hvað ætlar hún að gera? Hún lítur upp, sér Nadíu öðn á kantinum. Hún er rétt stæð. Hvað gerir Nadía? Hún finnur engan... Það var vel spilað hérna á Töru og vel gert í Nadíu. Þetta vantaði bara hlaupið inn á... Þetta vantaði Hafdísbáru. Á fastu bolti hérna fyrir aftan alla. Einn og einn, Freyja, getur þetta herri. Já, já. Geggjað. Ef eitthvað segir ekki í dag þá var það þessi tækling, þetta var glæsilega gert til Freyju. Hún er bara farin upp allan völlin. Hvað ætlar hún að gera? Farðu alla leið. Hver er inni? Nadía. Er tilbúin. Þessi er... Ég vil sjá hana bara keyra átt af markinu þetta maður. Já. Fekk allan tíman í heiminum. Það er ofta ekki þægilegt fyrir fótbolta iðkendur að fá mikinn tíma. Nei, svaka sprettur hérna hjá Freyju. Ekki smá. Upp allan völlin. Vann boltan fárlega vel. Já, niður allan völlin og svo upp allan völlin. Heyrðu, þessi sendi ekki svakalega lúmsk, hann ekki með Sigdís. Og hún, hvað gerur hún? Heyrðu, þetta er fyrir teik. Var þetta ekki... Var þetta ekki hendi? Já, ég sé Kristoffer Sigurgeirsson ekki oft æsta og hann er æstu núna, þannig að... Það er ekkert gefins hérna. Nei. Það er bara hitti í öllu, hitti á klúbnum líka. Þetta er frábælega gert hjá Birtu og Töru þarna og Tara á. Hún har glætt bara að vaða. Það þarf að vera betra skot á tinnu brá. Já, jafnvel, þú veist, að fara fram hjá henni. Já. Og í ámarkið. Já. Minnstakosti. En við klárum með skoti. Fáum að byggja börnin aftur núna. Svanhildur gerir þetta vel. Núna eru að þetta í 20 mínútur. Það eru 25 mínútur eftir. Rétt tæplega. Liðin er að dregur ekkert að liðunum. Kallaði hann góðar að halda þessu tempo út allar 90 mínúturnar. Birta gerir þetta vel, hún er róleg á boltan og finnur Svanhildi að það vel gert. Og Selma er búin að taka svona 12 hlaup hann í gegnum miðjuna, fær ekki sendingarnar. Þetta sé að tala um. Það er stælarnir, ég elska þetta. Hún er komin í eitthvað svona gír núna. Þá er ekki gaman að vera mótherji Emmi Steinsen. Það er bara því miður þannig fyrir hérna. Já, nú er aftur pláss hérna hægra megin. Svo getum fært boltan hans hraðar. Freyja búin að hvíla sig að setja sprettin á hann. Nú kemur langi boltinn á Selmu. En hún fær boltan yfir sig þarna. Emma vinnur þetta vel þarna. Selma fer alla leið í boltan. En þetta er vel gert hjá Fylki. Já. Og innkastið kemur upp á Selmu. Við sjáum það því miður ekki hérna fyrir lélegri byggingu Egilshallarinnar. Köllum eftir standard fyrir 20 árum síðan. Minnir mann á Gútursson Park. Þetta útsýni. Það er alltaf eitthvað súla fyrir manni þar. Hef ég heyrt. Ég kom með hann tvisvar sko. Og við eigum hérna innkast. Er ekki þetta ekki innkast? Sýnist það? Já. Við verðum bara að giska á það hérna. Sverrir kíkir hérna. Þetta er innkast staðfest. Staðfestar réttir. Bolting. Heyrðu. Þetta, þarna vantaði einhverja smá æsing. Hvað gerir Selma hérna? Finnur Ernu. En nú er þetta komið í einhver háloftarsbörk sem er ekki okkar stíll. Nei.
Svanhildur með háan bolta fyrir hérna. Já. Tinna hendur í 1 Pickford. Nú var að koma skipting hjá Fylkis. Já. Fylkistúlkum, leikmaður nummer 8 að koma inn á. Það er engin önnur heldur en Marija Radojicic. Shit, sorry. Radojicic, já, takk. Ég hún er 92. Já, spilaði með Fylki í fyrra líka. Já, verið að Fylki lengi. Kom til Vals síðan 2015 og svo til Fylkis 2018. Hún kemur inn á fyrir hverja? Tinnu sannlega. Fyrir markaskorara Fylkis Tinna, nummer 7. Og þetta er hérna góðan leik. Já. Það er hrós frá þjálfaranum. Flottur leikmaður. Virkilega, þetta mark sem hún skoraði var nú ekki auðvelt. Já, strax komin í boltan. Nei. Tara finnur hérna Freyju. Sjáum hvort að Freyja geti gert eitthvað hérna. Geti gert eitthvað heldur betur. Tara með langa bolta Nadju. Það var góð hugmynd þarna. Þarna máttu ekki miklu muni að segja það. Já, staðfest. Ef hún hefði náð boltanum og komist í gegn, þá hafði hún mögulega getað skorað. Mögulega. Herðu, við vinnum boltan hérna vinstra megin, kemur Sigdís á harðaspretti. Köttar inn. Þetta er mark, spá ég, nei, en skotamark. Já, vel gert. Fögnu því. Og Tinna misti næstu í boltan frá sér. Og hvað gera Fylkistúlkur hérna? Tara enn og aftur tekur boltan niður vel þetta fyrir Selmu. Við finnum Sigdísi sem er fann að skulda ansi mörg langskot núna. Köllum þetta standard Sigdísi. Maður hefur háar væntingar til þeirra en þeir eru góðir í fótbolta. Svanhildur ætlar að negla með niður að Birta kemur honum áfram. Selma gerir þetta fárálega vel. Nei, þetta var fárálega vel gert hvernig hún steig hann út af það maður. Steig hann út sterk en virkilega óöfnum með skotið. Hún hafði meiri tíma. Já. Þarna, hún hafði hvað sér þið? Markið var líka bara illa staðsett þarna. Það er rétt. Og vindurinn alltaf líka. Hún hafði þarna auka sekundu og þá hafði ekki þurft að spyrja leikslokum. Erna vinnur hérna skallaboltan, vel gert. Tara, með hún taka þetta niður, nei. Jú, hún kloppar hana bara. Sett hann. Hún á skilið. Hvenær kemur sanngirnin? Þetta var kloppaði leikmann annars að sterta boltan. Gerið það betur. Tinna lúðrar þessum hérna fram, Emma kemur á fleygiferð og skallan vel gert. Sendi skilabóð í stúkuna, finnst það fengi smá höfuðvöggarna við þetta skalla. Og það er önnur skipting hjá Fylki. Leikmaður númer 13 að koma inn á. Hvað er Sara að koma út af eða? Leikmaður númer 13 að koma inn á. Það er Kolfinna Baldursdóttir. Já. Út af fer leikmaður númer númer hvað ertu? Já, hún er númer hann er að fela þetta, hann er að fela númerið 8. Númer 16 leikmaður 16, Eva Rutt Ásteinsdóttir sem var fyrirlið skráði þetta í byrjunleiksins. Já. Hún fer á bekkinn en þetta var góð tilraun hjá að fela númerið. Gangið er vel og alla þölur. Einmitt. Skýrkjala på kaldakveður til okkar Viking TV. Erna kemur svo langa fram hérna, Selma. Þarna vantaði eitthvað hefði lagt undir og veðið á hann á boltanum hérna. Já, Emma beið rólega hérna, vel gert. En aftur vel gert hjá Emmu. En nú er það komin í ágæti stöðu að fylgja stelpur. Það er ekki margar þetta með henni en hún finnur samt meðspilara. Þetta er vel spilað hjá þeim. Já, Freyja dullu tilbaka hérna að loka. Frábær fyrirgjöf. Og dauðafæri. Tara Jónsdóttir mættlega bjargamálunum. Takk fyrir Tara, þökkum fyrir þetta kærlega. Og það er hlaðið í skot en Selma mætti og varði þetta bara. Glæsilegt. Já, nei, hún íhugaði það en hún hætti við. Þetta er svo kallar halvur Pickford. Kvart Pickford kannski. Þetta er litli Pickford. Já, þetta var mjög gaman að segja þetta. Núna eru 15 mínútur eftir.
af leiknum. Það verður ekki miklu bætt við, hérna get ég lofað ykkur 2 mínútum max. Þannig að eins og staðan núna þurfa Fylkir stúlkur 2 mörk til þess að tryggja sér Reykjavíkurbikarinn. Já. Við erum með hann í höndunum eins og staðan núna og jafntefli dugar okkur en mér finnst bara bæði liðið ekkert vera hætt. Það er bara frábært. Já. Þessi leikur verður klárar á fullu gasi. Það gerir Selma frábæla. Fórnaði sér hérna vann boltan. En þær ná honum aftur. Já. Ná hann að stilla upp hérna. Langur bolti. Það var sennilega ekki áætlað. Birta gerir þetta vel, hann lokar á hana. Sigdís finnur Selma á miðjunni. Birta gerir þetta aftur vel, finnur Töru. Það gerir þetta alltaf einfalt og rólega sem ég fíla. Opnar svæði. Sverrir bætir betur og biður hálf svæði. Opnum þau líka. Já, opnar þau. Hann er að meina það sko, þetta er dulkóðað. Og hérna... Já, reyna að róa aðeins leikið niður núna, 15 mínútur eftir eins og þú sagðir. Það eru nokkra búin að hlaupa hérna vel fyrir kaupinu sinu í kvöld. Báðum liðum. Sjáum hvað Erna gerir hérna. Finnur Freyju út í hægra megin. Freyja, já, hún ætla bara að taka aftur á. Já, hún bara gerir þetta eins og að drekka vatn. En vinnur hornspyrnu. Vel gert. Vel gert. Kemur stuttubolti hérna á Birtu sem að glemdist talningunni. Bolti kemur fyrir markið. Þarna var heppni sem réði ríkjum held ég. Tara skallaði hann inn í og Nadia, hún er alveg, nei! Það er aftur Þetta er hotspinna, nei, heyrðu, hún kiksar ekkert svona. Þetta var ekki... Heyrðu, þetta tek ég bara, ég tek þetta persónulega fyrir Nadia Alldóttur og hérna, já, Sverrir bara gekk í burtu á hann svo reyður, sko. Hæst orð bera... Glimti bíllyklunum sín. Já, þess að kíkja á bíllykluna. Já, hérna er fín pressa. Emma vinnur þennan vandalega á. Og innkast sem að Víkingur á. Þjálfari Fylkis ekki sáttu við að Telma takit ekki strax. Og Nadia komin henni upp í hornið. Ég veit ekki hvað við náum að sjá eitthvað þarna, hvað gerist. Nei, þetta er erfitt að sjá þetta þarna í horninu. Finnst boltinn verið að fara út af og það er innkast vantanlega. Sverrir komin aftur. Runnin reiðin. Það er það besta að Sverrir, hann er fljótur upp og fljótur niður. Eins og Emma Steinsen. Herðu, stakk sér þetta framfyrir, jú. Vel gert hjá Birtu. Við fáum ekki. Dómarinn fær kaldar kveðjur frá báðum liðum eftir leikinn held ég. Hann er búinn að eiga erfitt. Sverrir ætlar að segja mér eitthvað lindamál. Býtu, ég er spenntur. Þannig að lækkaði Bjarkil bara í sér til öryggis líka og það er mjög gott. Þetta var ekkert í birtingar. Nei. Sjáum hérna hvað. Já. Erna er að koma þessum frá. Fylkir er með allt opinn núna. Galopinn, en Freyja lesi þetta vel. En var svona först í 2 hugmyndum að það. En Tara dettur niður, hún fara högg. Býtu við. Stoppaði leikinn, kæri dómari. Þannig Tara meidd og Tara meidd því að það er ekki gott. Og Selma mætir hérna grjótörð og Svanhildur bombar þessu út af. Hei! Já, vel gert þarna Fylkisstelpum. Þetta kann ég með þetta. Svona á að gera þetta. Það er engum greiði gerð að láta eittan leikmann liggja á vellinum. Það kemur Dagbjört. Allra besta. Við vorum að djóka með síðasta leik og hún væri spennt að fá leikmann út að meita, svo hann kemist inn á sjálf. En hún er ekki á skýrslu í dag, þannig að það gildir ekki í þennan leikinn. Já.
Já, hún vil bara, já, hún vil koma í skýrt af framfæri hérna, konar Sverris að hann er mjög lengi upp og fljótu niður. Það var rántið með. Sorry, ég get aldrei tekið neitt alvarlega. Hvist afsökunar? Hún sé lægi með töru, var þetta aftur en læri eða? Ég sá ekki, Já, sagði það. Já, sagði hún það. Að ég fengi þessa mynd senda, ég geti sett henni útsendinguna bara. En sáðu hvort það var aftur en læri eða? syndist það vera kálfi. Kálfi, þá var það vonað bara eitthvað krampi. Tók hann að regdansinn, það er nú innirindar þannig að það virkar ekki. Skipting. Það er skipting. Já. Þá hérna á varamannabæknum hjá okkur núna það er hérna kallað eftir skiptingu sínist mér, nema það alltaf þrauka eitthvað áfram. Nei, mér sýnir þetta ekki. En við erum með Bjarki. Já, við erum með Miðjumennirnir. Þórdís Embla hefur verið varnar leikmaður. Paradís. Tara kantur eða frammi, Eva, Emilia eru miðjumennir okkar hérna. Já, ok. Þannig að það væri þá eldskýrt að fá 10 mínútur hérna í lokin. Já, það finnist Tara alltaf að halda áfram. Já, hún er bara í standi geggjað, frábært að sjá hana í lagi. Vonum að það kláraðist út leikinn, en þarna er komin vinstri kantinn, en Emma lesi það vel. Frábærlega gert hjá henni að nú sækja fylgistelpur hratt. Það er hefa líka lítinn tíma. Selma gefur þeim engan frið. Nú erum við aðeins að detta niður, ég kann ekki við það, ég vil sjá okkur aðeins framar, en ég er ekki þjálfaraliðsins sem betur fer, þá værum við í utandeildinni. En mér líður aldrei vel þegar við byrjum að dekka þetta niður, sko. Nei, það er mikil pressa núna. Það var góð sending hérna, en Birta mætir og tekur boltan, bítu, þarna gerist eitthvað. Nadia heldur áfram. Leikmenn liggja hérna eftir í. Hvað gerir Nadia hérna? Hún bara setur hann á markið. Nei. Var hún að skjóta? Ég held það. Katla hérna, kallar að dómaran, lætur vita að leikmaður nr. 17, liggur í valnum, Svanhildur Ylva, Birta Kristín, fyrir ekki. Hún hérna hefur fengið eitthvað höggarn, það hlupur saman hún og Svanhildur nefnilega. Já. Sá ekki alveg hvað gerist meira. Dómarinn ætlar ekkert að hleypa sjúkraþjálfara fylki sinna eða eitthvað. Bíður hérna. Nei, stendur upp. Stendur þetta á sér. Núna, já, þetta ætlar að vera þannig leikur að nú þurfa fylkistúlkur heldur betur að sækja. Það þurfa 2 mörk á næstu 8 mínúndunum. Já, það er 8 mínútur eftir. Það dugar ekkert minna, já, það er 8 mínútur eftir og leikunum er gangi í 6 mánuði. Já. Hárbolti hérna og hvað gerir Birta? Nei, Svanhildur bjargarinn hérna á Tara, en missi boltan ekki klófa sér óvart hann óuppilegt, en Gía reynir að senda á vinstri kantinn, en nefnir það sending á bara hérna á Köllu. Þetta var endar í hornspyrnu. Nú fáum við hornspyrnu á okkur stórhættulegum stað. Það væri virkilega gaman að sjá þetta bara reynsast út, bara við myndum fagna því gríðarlega og það gerir það, vá maður, þarna máttu ekki miklu meira maður. Og annað. Og annað. Og meira, og gæði, og fleira. Jesús góður. Ég held að ég er búin að missa svona 40 ár af lífaldri mínum að lýsa þessu leikjum, sko. Katla gerir þetta vel hérna aftur, slakar á, eða laga grasið, þetta var mjög gott, þetta fílaði ég. Sástu þetta? Já, þetta er. Það grasið var slétt og fínt þarna, fyrir útsparkið. Finnur Birtu, sem finnur Selmu. Nú þurfum við að halda boltanum aðeins sterkur, en hún kemur bara beint á Freyju, en hún má ekki margnum. Og vinnur yngast. Það gert. Flexar er yngast. Nú erum við aðeins að mæta þeim framar. John heyrir náttúrulega í okkur, sko. Við erum stutt frá varamannabækjunum. Hann er alltaf mjög þakkláttur fyrir góð taktísk ráð. Já, vel gert hjá Freyju. Já, Freyju gert þarna hjá Nadíu líka. Já. Hvað gerist? Ég sé þetta ekki fyrir glugganum. Nei, það er brotið á Nadíu og ekkert. Jú, þetta er rosalega skrítið. Þessi, hann er svona sé á svona einhverju svona Bluetooth delay einhvern veginn. 2 sekundur eftir. Laggaði línu við. Já, þá fögnum við því. Já, það er eitthvað sem við fagnaði hérna í leikjunum. Ekki í fyrsta skipti sem við séum línu
aðstoðardómara taka virkan þátt í leiknum. Vonandi verður þetta bara einhver lína sem er lögð fyrir sumar eða þetta er búið að sjást mikið núna í Reykjavík-mótinu. Gaman að sjá. Þetta eru 3 dómarar. Nú fáum við boltan inn í hérna. Emma tekur hana fyrir. Það er mikið barist inn í teiknum. Það er Nadia. Sigdís, hvað er bara hana? Nei, hún ætlar að leggja niður. Svanhildur hefur nú sett hana þessu færi. Já. Hörðu. Hún ætlar að endurskapa þarna momentið í Mósulsbænum síðastlið haust. En Tinna vandan á vaxinn. Gía sér að sjá sig þetta. Þær eru komur allavega en Emma mætir. Tók hún ekki aukaspyrnuna? Hérna rétt á hann. Upp í hægri. Vel gert hjá henni þarna. Og vel gert Sigdís. Frábærlega vel unni tilbaka þarna. Svona á að gera þetta síðustu mínúturnar. Það er ekki hægt að gefast upp. Það má ekki gefa eina hreyfingu. Það getur allt farið til fjandans. Það er Elísa sem fer út af hjá Fylki núna. Og inn á kemur leikmaður númer 4. Elísa Björk Hjaltadóttir fyrir út af og inn á kemur Katrín Sara Harðardóttir. Já. Og nú er farið að styttast í annan endan hjá mér hvað varðar þolinmæði. Nú fylla teginn. Nú væri gaman að láta eina af okkar stúlkum bíða en það er bara verið að verjast. Og boltinn fyrir aftur fyrir. Vel gert. Tökum við þetta. Katla tekur gott korter í þetta. Ég ætla að fá mér eitt sopa af þessum shake á meðan. Ég reyni að babla eitthvað á meðan. Eða bara þegja, það er líka langbæst. Katla búin að laga grasið vel til. Þessi bolti á að fara langan, syns mér. Já. Katla þarna bakverðina inn á völlin. Sjáum hvernig það gengur. Allir vilja taka bolta 2. Já. Erna býður þetta spök á þetta. Hún las þetta þessu opna bók og neglir honum fram völlin. Þessi geti enda hjá Sigdísi og hann gerir það. Og Sigdís tekur hann með sér í missina frá sér aðeins þarna. Og þessi bolti endur á Töru. Já. En Sigdís er kolrangstæð, gerir þetta vel. Klukkan gengur. Hún ætla hann loka svæðum. Gal opið hálfsvæði hérna samkvæmt Sverri. Leikir hann þetta Víkings TV. Selma sterk hérna, fekk leikmann beint í baki á sér en stóð þetta á sér. Sigdís, hvað gerir hún hérna? Hún skuldar okkur eitt af kantinum. Gerir þetta frábærlega vel hérna. Kemur boltanum fyrir og fyrir. Þetta var frábærlega. Góður undirbúningur hérna. Mátti ekki miklu mun að Nadia kemist í boltan. Jájá, þetta er allt í lagi. Erna hefur séð allt saman áður. Einur innkast. Þetta er innkast sem að Freyja grjóthörð þarna. Vel gert. Það á að berjast í síðustu sekundu. Fögnum svona grimmd. Ég vil sjá þetta oftar. 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Samkvæmt vallaklukku allavega. Já. Klara, Svanhildur. Nú er þetta aðeins að teygja og fylgist þetta og vonaði að fá með langan sem kemur hérna og þetta fyrir hann í paki á leikmannunum. Nadia vinnur hann. Hvað gerir hún? Finnur Birtu. Emma kemur hérna. Og hún væri gaman að kemja ykkur á fjær. Næri ekki yfir. En hún fær hann tilbaka. Reyndu aftur, sá hún. Bara aðra tilraun. Já. Þá kom hún á fjær og þar er Nadia Atladóttir. Nei. Þessi er rétt. Já. Nei. Ég bara þarf að klípa mig til að trúa að þetta hafi ekki farið inn. Vá. Frábær sending hérna. Frábær. Nadia leggst væntanlega á kottan með martræðri nótt. Eftir þetta færi, þetta var dauðafæri. Vel spila hjá okkur. Langubolti fram. Nú verður þetta svona, þessum að standa þessar languboltasóknir á okkur núna og vera snjalla þegar við fyrir fram á við núna vinnur Sigdísboltan. Já, sjáðu Freyju. Sjáðu Freyju, hún sá Freyju. Já. Heldur betur. Heiði mér. Gerir þetta vel. Nú er nýkomin inn á þarna í bakverði númer 4. Veit ekki við hvað hún er að etja þarna en Freyja kemur hún fyrir. Já, Tinna greip þetta vel. Úþólandi er svona góði markmennir á mótum. Það er alveg glata. Svanhildur lokar hérna vel. Já, vinnur yngast. Nei, býttu við. Hún er ekki sátt við þetta. Það stóð dómari 2, sagði bara ekki neitt. Hérna, já, nú fáum við yngasti. Nei, það er bara eftir við erum í leiknum, þetta er svona hliðarleikur. Víkingur fær aldrei yngast. Það er Emilía að koma inn á hjá Víking sýnist mér.
Emilía Anna Gunnarsdóttir. Já, Hún númer 16 í dag. Já. Samkvæmt því sem ég sé. enn og aftur var John ekki að gera skiptingu? Jú, Jú, hver þetta leikur? Þetta Svanhildur eða? sýnist það. Gæti þurft að bíða þessum skiptinguna því að Svanhildur virðist að fengja högg hérna. Það Freyja sem kemur út af og Emilía að koma innan. Freyja er búin að standa sér frábælega í dag. Já, Leggja heldur betur sér mörkum. Ég held þessi fyrsti leikur í meistaraflokki Emilíu líka ekki, Birkir? ég held það. Jú, í mótsleik. Við kleppum hérna fyrirliðinni. John gefur Freyju 1 gott 5. Þakka fyrir góða framstöðu. Við gerum það sömuleiðis. Og boltinn perinn upp kantinn þar sem að Nadia í baráttinu og Sigdís, nei, náttúrulega stela honum. Svanhildur ekki búin að gefast upp, heldur betur ekki. Nadia, ætlum hún að finna, nei, Góð það hugsun. skiptur hann yfir á Emilíu. Emma, æj. Þarna var hún var komin aðeins lengra. Já, Sérðu þú það? Hún komin í virt samtal við áhorfendur, ég kann að meta þetta. Þetta Emman sem við þekkjum og elskum. Selma geggjuð, já, kaupir hérna einhverja sekundur. sem ekki að hleypa þeim í miðju. Það bara fínt. Við fengum ekki að vita hérna viðbótartímann, en þarna Nei. virðist leikmaður fylgist að miðst. Selma vinnur boltan vel á miðjunni. Bara, Og hvað ætlar hún að gera? Þetta kýtla henn að skjóta samt þetta. já, Og hún ætlar að gera það, held ég. Nei, jú, Nei. hún gerði það. það þarf eitthvað betur en þetta á móti Tinnu. Hún hendir einum lungum núna fram. Nú Emma að bakka. Hún tekur vel á móti þetta. Birta Já, vel gerir gert. þetta vel, fær hérna högg á höfuðið. En það hefur engin áhrif. Emilía. Og Erna kemur hérna á móti, gerir þetta vel. Missir senda boltan frá sér aftur. Bítu. Hvað er að gerast hérna? En Gía mætir á svæðið. Finnur, hann hreinsar þetta bara, sendi ekki á Sigdísi, kallar mig. Já. Ekki stress. Nei. Nadia fær langan hérna upp boltan. Nei. Fylkistúlku vinna hann á miðjunni. Nú liggur heldur betur á okkur. Já. Og þessi endar. Og ég legg út í peninga að koma í Pickford. Yes. Þarna kom hann. Meiri sé að aðstofadómari 1 hafi gaman að þessu. Hlótátt hérna og við gleðjumst með honum. Fögnum því að sjá þetta. Já, þetta Það gleður Gaman Jan að Bunga sem aldna. Katla kemur langa bolta fram hérna. Nadia í baráttunni. Tekur hann niður með sér hérna og Selma hjálpar henni. Nú er gaman að sjá þriðja markið. Það verður ekki til að sjá Emilíu skora markið í lokin. Hún er þetta alveg á fjarkantinum. En nú er bara farið í gamla... Nei, heyrðu. Ég ætla að fara að tefja. Hún er að því. Það litli Heyrðu, knattspyrnuskóli KFC Þetta er þarna. brotdómari allan dag. Hei! Sparkar aftan í fokkin hælinn á henni. Þetta er bara fáránlegt að gera þetta. Sorry. Já, það var ekki fallegt að Afsæk, sjá. hittan hann það. Ég bara, Hitti þú hérna. ekki sjá svona Heyrðu. störk. Þarna, Hún bara stóð í fótinn, sko. Það er ekki gott að fá spark í hælinn hann en Nei. það meitir sig ekki neitt. Bara ég sem meitir mig á sálinni aðeins hérna. Svanhildur. Fylkist, hún kloppar Svanhildi. Vel gert. Og finnur Ernu fyrir hérna í vörninni. Hún gerir þetta vel. já, vel Býður gert. bara róleg. Vel gert, Erna. Sveppum fyrir þessu. Við kalla líka Sigdísi yfir Bárðardóttur rólega hann í lokin með þér. Hún var ekkert að stressa sig. Það eru konar 4 mínútur fram yfir. Já, hann hefur bætt við vantarlega þá 4-5 mínútum af því að 6 mínútur. Það er staðfest. Það er staðfest 6 mínútur. Vá, það er engin smá viðbótartími. Núna við erum búin að standa á okkur þessa árás Fylkistelpna ansi vel og nú þurfum við að klára næstu 2 mínúturnar. Erna, baráttu þarna, flott. Vinnuboltan á held á, kemur nú út af. Það eru fljótar að koma með leika aftur. Erna vel og gert. Emma frábært. Kastar sér hérna fyrir og þetta er hotspinna. Allir Vá, ég hef ekki veist mér svona lengi bara. Ég held að þetta væri nefnilega, ég held að hún hefði stóð slasa sig, sko. Þetta var leit svo illa út, sko. Herru, það er Sýnst að skapið mitt. Já, Emma er þetta mætt. Og Emilía, henni til liðsauka. Já, Fylkir senda markmann inn í líka. 94-43 á klukkunni samkvæmt. Herðu, Emilía vinnur þetta boltan. Finnur Nadiu.
Þetta er vel lokað þarna. Hann gerir þetta vel, færi boltan upp. Vinnum innkast. Já. Þjálfari Fylkismanna Hann er eitthvað aðeins bara brjálaður. Vildi aðeins fá boltan inn í tegin en ekki vera að taka stutt. Það er að súrna aðeins hérna í mjólkinni Fylkismegin. Langur bolti frá Emmu þarna. Birta gerir þetta vel og Nadia líka og Emilia mæti líka. Þarna er bara alltaf verða vitlaust. Þessi bolti tekinn á kolur einhver stað en allt í lagi. Erna er mætt þarna. Neglur hann fram á Sigdísi. Sigdísi vel gert. Það er 90 búnar. Það hlýtur að vera aukast. Já, þetta er frábært. Nú er leikurinn bara fjara út. Sigdís gerir þetta vel. Vann tilbaka. Stórkostlega vel gert hjá hann að vinna þarna tilbaka og vinna boltan. Emmi sínna fyrir sparkið rétt á hann. Sem að ég ætla ekki að gleyma. Ég fer að kotta hann í kvöld og gleymi þessu ekki. Nei. Núna eru bara einhverja sekundur eftir. Já. Gía kemur upp í hotni á Sigdísi. Sem tekur hann glæsilega niður eftir 90 mínútna leik. Rúmlega það býður eftir því að fá brot þarna. Það er sparka aftur í hana. Teljum þetta teljum svo í boxi. Og hann flautar þetta. Við fögnum því fyrsti bikar ársins og Víkingum í hús. Reykjavíkur meistarar 2024 og Sverrir hérna gólaði hérna eitthvað í gerfið en við fögnum því. Við erum þá handhafar 4 bikara eins og staðan akkurat núna. Við erum handhafar lengjubikars, við erum handhafar lengjudeildarbikars, við erum handhafar bikarmeistarar, mjólkurbikarmeistarar og við erum Reykjavíkurmeistarar. Það er ekki hægt að vinna fleiri til þetta. Raða þeim inn. Röðum inn. Tattu nú eina mynd á honum Óðni hérna fyrir mig. Hann á skilið að fá. Heyrðu, hann snýr baki okkur strax. Þannig að heyrir þetta. Nú fagna Víkingsstúlkur hérna. Emilia fær gott klapp á bekknum. Já. Stóð sér vel þegar hann komið inn á. Hendi í nokkrar tæklingar hérna. Já, hún er með skilst að þetta sé reyndar því miður frá pabbennar. Já. Þarna sjáum við Huldu Ösp. Takk fyrir leikinn, Bjúli minn. Takk hjá. Og nú er verið að leita fulltrúum liðana til þess að afhenda bikarinn. Sigurbjörn, hann er kominn. Sæll Sigurbjörn, til hamingju. Alltaf glæsilegur. Fáðu mynda Sigurbjörn í trakk fyrir Bjarki. Fáðu mynda á honum. Þarna kemur hann. Sigurbjörn, snúðu við. Blessaður. Hann er hann, glæsilegur. Hann er búinn að vera lengi í þessum bolta. Hann er Eva, hæ. Sýndu mynda Eva líka. Hann er Eva. Hæ. Hún er í beinni útsendingu. Þetta er gaman að sjá. Við erum Reykjavíkurmeistarar 2024, Víkingur, klöppum fyrir þeim, klöppum fyrir Fylki líka, frábær leikur. Geggjaður leikur. Frábær frammistaða báðum liðum og fánarnir eru konulokk. Ég ætla bara að beða að snúa líka þanga, Bjarki. Við verðum bara snúandi öllum myndavélum hérna. Og auðvitað er það Gunnar. Hann er algjörlega genginn af göflunum. Platar Freyju, Friðþjófs hérna með sér í. Já, hann platar alltaf fólk með sér eitthvað rugl. Plata kemur Helgi Guðjónsson. Leikmaður Víkings. Vildi fá að vera líka með í mynd? Hann skilst hann hafi verið að sækja medalinu svona áðan á Káruvöll. Hittistu á Rauða ljóninu? Eða? Já, það var ákveðið. Eiðistorg væri svona neutral staður. Núna, já, ég bara segi þetta aftur. Við erum handhafar allra 4 titla sem við gætum unnið í okkar stöðu. Núna þurfum við, ef við vinnum bestu deildina núna í sumar, það er bara geta alveg gæðist, þá erum við með alla titla. Í hæsta mann. Það er allt í lagi. Það er ekki leiðilegt. Býtu, hvaða flotta hettupeysa er þetta sem Hulda er í? Býtu. Hvaða kjafta er þetta? Svartnarfjörði? Hulda er bara einhverju geggjar í Víkings hettupeysu. Til hamingju Kristó, til hamingju með þetta. Kristófer Sigurgeirsson, ekki bara ljúfur heldur líka fallegur. Hann vinnur sin fyrsta titil sem Víkingur. Þekki það nú vel þegar málmurinn var hrifsaður úr höndum hans í ágúst síðastliðnum. Og kom í Víkina til þess að finna aftur sigurhefðina. Já. Hann var nú ekki með neitt sérstakann sjúkdóm kannski þegar hann kom hérna, en hann hefur læknast full rætt. Já, það hefur ekki tekið mjög langan tíma hjá honum. Nei, hann jafnaði sig bara á fyrsta móti. Já. Hérna er verðlaunafendingin. Það eru alls konar verðlaunapeningar líka. Það eru framkvæmd leiksins er öruggum höndum. Sverris, þetta er ekkert. Ég held ég fá að bregða myndavélina aðeins hérna. Já, bregða henni á Sverri. Sverri er einbeittur, hann kinkar kolli. Já.
Ég veit dómarinn þáttökuvelun líka. Já, Þetta var vel, það var samt leiðilegt að Sverrir geti klikkað á línunni, sko. Þetta sko engin dómari, engin leikur. En við náum að gera það næsta mót sem við vinnum. Enda falleg kveðja til dómarana. Það er alveg rétt. Þeir eiga skili klapp. þökkum þeim fyrir að framlaga hérna. Svona eftir að hyggja þá var þetta erfiður leikur að dæma. Það var mikil harka. Já. Það var mikil barátta. Klappið fyrir þeim. Já, virkilega flott fylkislið. Ég og þetta er ekki meint með neinni óvirðingu og neitt. Nei. Við erum með ágætis taka á þeim. Þetta er búið að vera svo rosalega jafnir leikir. En þær eru búin að lenda í því núna. Það er það þriðji leikur sem við vinnum þær núna í röð á svona svakalega tæpum leikjum. Alls ekki gefins. Nei, þetta er búið að vinna fyrir þessu. Rúmlega það. Já, bara hrósum því sem er í gangi í Árbænum. Já, gaman að sjá þessu liði. Það verður gaman að fylgjast með þeim í sumar í bestdeildinni. Heldur betur. Hvað séru? Fylkir? Það er bara ýttu okkur upp og við ýttu þeim upp. Það er bara heldur betur þannig. Slóum aðsóknarmet í Víkinni, 1001 maður. Ég var ekki 1108 manns. Já, einmitt sem hættu. En það voru 1001 samkvæmt official talningu. Já. Og á leikinn horfðu 1000 manns í streymi. Já, geggjað. Þannig að við vonum að tölurnar verði jafn hliðallar okkur í kvöld. Já. Svo bara kannski meðan við erum býttir fulltrúa Víkings meðan þeir fá medalíðan. Þá að föstudaginn leikur Stjörnunar og Víkings tvisvarsinnum. Já. Það er doppelheader. Stjarnan-Víkingur. En það er semst Víkingur-Stjarnan Karlamein. Það er á heimavelli. Þar verða Sverrir Geirdal og Helgi Már Erlingsson. Já. Svo verða tveir óþolandi gaurar, mögulega Gunnar Magnús líka. Ég veit það, upp í fyrstu kistunni. Við fáum aldrei hlýju í líf okkar. Nei. En við ætlum að reyna að senda út leik Stjörnunar og Víkings í Lengjubikar kvenna sem er sama kvöld klukkan 7 líka. Já, Sama tíma. það er doppelheader. Já. Þetta verður eitthvað maður. Það verður eitthvað. Þarna verður Víkingur TV á 2 stöðum á sama tíma. Þá mun eitthvað klikka. Það er alveg potið. Það er alveg bókað. Það er alveg potið. Og svo bara fyrir Lengjubikarinn stað. Við verðum svo líka á Akureyri 16. febrúar með beinútsendingu frá Þór Káa Víkingur. Já, það er staðfest. Það er staðfest. Leikdagur. Já, það er staðfest. Hann verður inn í búganum. Já, það er ekki kalt þar eða? Jú, það er kalt þar líka og kalt á Akureyri og Svala er búin að lækka hitan heima líka. Sko. Þetta er alveg óþolandi. Þú mátt ekki hafa bæði gaman og heitt. Nei, það má bara vera gaman og kalt. Og ef það er leiðilegt, þá er samt kalt. Þannig að það er erfitt að vera ég. En máttu alltaf tuða? Ég má það ekki, en ég tek með það bestarlefi og sem betur fyrir kona mín heima núna og örugglega með á mjút. Að leita fjasteringunni sem virkar á mig í raunveruleikanum, en það virkar ekki. Hún sá myndina Klikk með Adam Sandler nefnilega og var svolítið spennt, sko. Getur svona pásað mig. En það gengur ekki. Þær eru kona með einhverja málmeitrun víkingstelpunar, heitur að vera kona með, þegar við segja, bauxít eitrun. Það eru sjúkar í þetta. Það liðið sem er búið að vera byggja upp núna síðustu 5 árin í Víkinni. Þetta er 5. árið núna hjá John í Víkinni og hann samdi til 2 ára núna síðastlið haust. Já. Og við bættum við Kristófer Sigurgeirssyni og bættum við honum hvað heitir hann aftur? Ingo. Og já, við sjáumst heldur betur í bestu sumar. Það er klárt. Og bara heldur vonandi áfram að vera spennandi og skemmtilega viðuregnir. Heldur betur. Ég vona að við drögum til bikar líka. Þetta er svona þannig stemming milli liða. Það er bara hver einasta leikur er veisla. Sko. Það verður líka rósa fylgis krjúinu fyrir að mæta á leikin í Víkinni og gengur Árbænum bara. Já, það var 200-300 manns. Það geggjað. Það var klöppum minna fyrir Víkingum. Klöppum fyrir Víkingum og við stöndum upp fyrir Víkingum. Ég held að það er komið tíma til að gera það. Standa upp. Heyrðu. Reykjavík okkar, það er hendi ekkert í ódýri típuna. Gunnar Magnús Skeving Thorsteinsson hafi byrjað ábyrgð á þessi máli. Þetta lagrendar er búið að renna sitt skeið og kalla þetta standard hérna hjá tónlistavalinu. Heyrðu, það er bíðast afsökunar á orðalagi. Við erum með svona blíptakka hérna til þess að slökka á klukkunni hérna. Við erum komið langt fram í venlega leiktíma. Það er allt í lagi. Látum hana bara hverfa núna.
Við verðum eiginlega að fá viðtölu til leikinn. Ég held við verðum eiginlega bara að gera Já. það, Bjarki. Það ekki. Það er spurning hvort við hendum þeim hér inn eða hvort við Tökum við bara á Instagrami. Já, Jú, tökum bara á Instagrami. Það er mjög ég góð held það, punktur. Jú. já. Við reyndum að fá hérna viðtal við John eða Kristóf í hálfleik en Nei, þeir sögðu bara ekki sögðu, strax. Nei, við erum að fókus á leikinn Já, og getum talað við ykkur á eftir. já, gangi ykkur samt vel, sagði hann. Já. Okkur gekk bara vel. Við ætlum að sjá bikarinn var á loft hérna á henni Já, kveðjum. Og núna erum við ekki háðir ykkur spýti og kjaftaði. Nei. Heldur er bara hægt að sjá þetta allt saman í beinni því að Bjarki, hann stjórnar hvert myndaðinni fer. Já. Heyrðu, svo kom þetta ágætlega út bara. Það var allt í lagi með vítaspyrnurnar. Það var ekki svo slæmt. Í vítaspyrnukeppninni, það var ekkert svo hræðilegt. Það sást alltaf vítið og svo bara leiðum bara að skora var ég, þá var það byrju. Þetta, ég endum í smá brasi með leik Víkings og KR. Já, það var heldur betur. Það er sá leikur sem, það var brasi kringu þann leikmaður. Og ekki enn útsíðan það, skilst að bikarinn sé ennþá í Vesturbænum. Við sendum einhverja velvalda Víkinga til að sækja þann bikar. Er ekki einhverju sérsveitinni bara sem þekkjum sem getum sendið í þetta? Það verður gaman að sjá Kristófer fá hérna medalíu Já, loksins. það verður gaman að Ekki sjá lengi. hann loksins fá eitthvað hálsinn, annað en faðmlag frá okkur. Ingo ánæður. Loksins, sagði hann. Sástu það? Já, hann er mitt. Hann er furðulega sáttur með þetta. En það líka hefur hann ekki, sigur hefðin fylgt honum ekki frá blikunum, en við náðum að þjálfa þetta furðu fljótt upp í honum. Og ég hef nú ekki verið orðljótur eins og Arnar Gunnlaugsson var gagnvart honum Matta Vill þegar hann sagði Matta er með sjúkdóm. Þetta er eitthvað furðulegt sem ég heyrt bara á æviminni. Það er mjög skemmtilega gert. Já, sjáum hérna bikarinn fara á loft. Ég var lengi búinn að vera í Víking, hún spilaði í HK Víking á sínum tíma með Láru Hafliðadóttur sem er hérna í þjálfarateyminu líka. Heyrðu, hann er að telja upp alla titlana okkar. Við verðum með því allt kvöld ef Sverrir heldur svona áfram. Við sjáum hérna taka á móti þessum fallega bikar. Þetta er það eina sem okkur vantaði í safnið. Woo! Við fögnum þessu og það er hent í Queen, það er ekkert annað. Og þegar Queen fer í gang þá vitum við að bikarinn er að loft í Víkinni. Þekkjum við styrfinningu hans vel. Og meira að segja að þegar við vinnum ekki bikarinn þá vinnum við hann samt. En það má ekki tjóka með þetta lengur, þetta er ekki komið gott í mér. Þessi vika búin. Já, ég setjast þetta svona nokkur sinni viðbót. Náum hérna góðri liðsmynd, Sigurbjörn er mættur hérna og Óðinn, frábær þjónusta sem Óðinn hefur búin að veita okkur Víking gegnum árin. Mætir hérna á flesta leiki og tekur myndir, býður ekki neitt í staðinn nema bros og gleði. Sjáum hann hérna vinstra megin neðst í mynd. Gulu vesti, stórkostlega fallegu vesti. Ég sá að Einar Guðna var að leigja bílskúrinn sinn. Já. Þá ekki leikti hann fyrir bikarana. Þegar það var slíkur plass í Víkinni. Ha, þessi er alltaf góður. Já. Ég fekk einmitt líka like frá Einari Guðna á þetta. Já, þetta er líka nálægt Víkinn og svona, stutt að fara. Gaman fyrir þessara yngri kynslóðin að fá með í þessum leik. Vanlega. Heldur betur. Þetta er orðið ansi langur medalíulisti hjá þessum hóp. Það eru þessi kjarni búin að vera, má ég segja, Gíja sé svona eina sem bætist við hennar kjarna frá því fyrra í þessu liði í dag. Já. Allt heitir uppaldi Víkingar. Nú mæta þeir hérna og tala við aðdáendur og Gunnar Magnús náttúrulega stendur hérna, viltu kannski ekki sýna Gunnar Magnús, það væri gaman að sjá hann í lokin. Hann er voða glaður, tárakvarmi, það er tárakvarmi, staðfest. Og hann gengur hérna til mín og hann veit hvað viðtal. Kýla mig í ribbeinin, nei. Þetta er Emma Steinsen. Tala við aðdáendur líka.
Hún er að tala við kallmann sem er með Copa Mundial skó inni. Já. Þetta kann ég að meta. Hún er að láta hann heyra það. Það er gamli skólinn. Ég hægri, takk fyrir kjalla. Og Katla ætlar að sofa með þennan bikar uppi hjá sér í nótt eða ekki rétt Birki. Jú. Já, Það er hefð fyrir því. hefði fyrir því á því góða heimili. Og nú er að byrja bara leikur strax, þetta er náttúrulega alveg svakalegt. Förum við ekki bara að Kalla þetta gott, ég held það. gott, förum við að tökum nokkuð viðtöl og hérna, Þarna má sjá minnst mömmu hans, mömmu Nadju, kissana, já, færi henni góða kveði frá Patrik, bróður hennar. já, og súkkulaðistykki sýndist mér. Já, gott ef ekki. Herðu, við þökkum kærlega fyrir okkur, takk Sverrir fyrir að vera með okkur, kærlega, Bjarki takk fyrir að vera í svo rugli alltaf með mér og takk Víkingur fyrir að gefa okkur alltaf þessa gleði, enn og aftur. Takk.